Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 7. júní 2016. Þetta er fundur númer 3394 og 10. fundur ársins. Í upphafi fundar vil ég fá að leita afbrigða frá dagskrá, útsendi dagskrá og gera tillaga D-lista breytingar á skipan varamanni umhverfisnefnd og varamanni í stjórn Hafnasamlags Norðurlands sem þá fyrst í dagskrárliður. Þeir sem geta samþykkt það. Það er samþykkt samhljóða. Fyrsti dagskrárliður í útsendi dagskrá, bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum, lagði fram tillaga D-lista breytingar á skipan varamanns í umhverfisnefnd og varamanns í stjórn Hafnasamlags Norðurlands. Anna Rósa Magnúsdóttir tekur sæti Ármanns Sigurðssonar sem varamaður í umhverfisnefnd og Rúnar Sigurpálsson tekur sæti Ármanns Sigurðssonar sem varamaður í stjórn Hafnasamlags. Orðið laust. Þessi geta samþykkt það eins og þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Það var annar dagskrárliður, miðbær Suðurhluti, umsókn breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarins. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, er að ræða annan lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 25. maí síðastliðnum. Þar sem tillaga að breytingu á deiluskipulagi var auglýst frá 27. janúar með athugasemdafresti til 9. mars síðastliðinn. Íbúafundur var haldinn 28. janúar þar sem tillaga að skipulaginu var kynnt almenningi. 4 athugasemdir bárust frá miðbæjarsamtökunum á Akureyri, auk þess sem undirskriftalisti barst dagsettur 3. mars 2016 þar sem forsvarsmenn fyrirtækja á svæðinu skrifa undir. Gunnar Magnússon kom með athugasemd, auk þess sem Arnar Birgir Ólafsson kom með athugasemd. Einnig barst bréf frá Sverri Gessinni fyrir hönd Norðurbrúar EHF. Formaður skipulagsnefndar lagði fram eftirfarandi tillögu að afgreiðslu málsins til að koma til móts við athugasemdir. Meirihluti skipulagsnefndar samþykkir að auglýstri tillögu verði breytt á þann veg að krafa verði að minnstakosti 20 bílastæði innan lóðar og bílastæðakrafa fyrir lóðina verði óbreytt frá gildandi deiluskipulagi eða 1 stæði á hverja 75 byggða fermetra. Skipulagsstjóra er falið að svara athugasemdum sem bárust í samræmi við umræður á fundinum. Meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillaga þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Afstaða, ég gera bara grein fyrir afstöðu minni þessu máli og á hverju hún byggist í sjálfu sér. Eins og kannski flestum ætti að vera ljóst að þá hefur mikið áhuga á uppbyggingu ferðaþjónustu og í bænum og uppbyggingu atvinnulífi og öllu því sem því fylgir. En það sem ég hefur þótt vanta upp á í allir þessari umræðu og ég get alveg viðurkennt að einhverju leyti að séu kannski ákveðið mistökum að hafa ekki tekið upp hérna áður. Ég var búinn að í mars-apríl sett ég á listan hjá mér ætlaði að taka upp svona miðbæjarskipulagið í umræðu hérna í bænum varðandi bílastæði og bílastæðamál. Og ætla nú að vera búin að því og ein hugmyndi var að taka upp meðal þessu fundi. Ég er með annað mál sem ég vil taka á þessu fundi á eftir. En það sem ég finnst vera kannski helsta vandamáli, það með því að fara þessa leið og samþykkja þessi breytinga á varðandi bílastæðin og bílastæðakjallara og allt það. Að mér finnst þetta að vera fullmikið fordæmi fyrir það var afgangin af miðbæjarskipulaginu og þá líka við skipagötuna eða milli skipagötu og Glerugötunnar. Varðandi það svæði líka, þar gert ráð fyrir, þó sé kannski ekki bílastæðakjallara en á neðstu hæðum gert ráð fyrir bílastæðum innan hús sem svona svipað konsept í sjálfu sér og þá ég svolítið hræddur að við sem að gefa fullsterkt fordæmi hvernig það hægt að taka þá seinni stigu þegar við förum í það og menn fara að sækja
þá byggingareiti, þær lóðir og hvernig menn sjá það fyrir sér. Og það sem ég langaði að taka upp hér í umræðu í bæjarstjórn og hafði hugsað mér það fyrir einhverju vikum eða mánuðum var það að ræða hér í bæjarstjórn það sem ég rætti í framkvæmdaráði varðandi það sem við förum nú með bílastæðamálin í miðbænum að með þá mögulega byggingu á bílastæðahúsi í miðbænum. Og það sem ég langaði að ræða hér var að taka upp að bærinn myndi bara vinna mat, það er gerð kostnaðaráætlun og hugmyndir að húsi, hvað það myndi kosta og síðan aftur tekjum við á móti hvernig við getum staðið að þessu. Það er eins og ég sagt hér áður í þessum ræðustól að ég var mjög ánægður og hef verið mjög ánægður með bílastæðaklukkurnar í bænum og miðbæjarskipulaginu og það sem ég hef ekki getað skynjað að það hafi verið mikil munur á eða mikla breytingar á tekjum bæjarins eftir við hættum að sekta í miðbænum eða sem sagt ekki sekta heldur að menn hætti að borga í stöðumæla og tóku upp bílastæðaklukkurnar. Þetta var svona svipaðar upphæðir sýnist mér sem kom í kassan fyrir Akureyrarbæ. En nú með þessum gríðarlega fjölda eða þessum mikla breytingu sem að verða í túrismannum og ferðaþjónustunni að þá held ég að þetta sé bara að verða svolítið erfitt með bílastæðaklukkurnar út af ákveðnu leiðendum sem að verða miðsvæðis. Þeir eru nú ekki alltaf og kannski merkjum við þetta ekki nægilega við merkjum þetta við innkomuleiðinni í bæinn eða út við Lónsbakka og síðan aftur á Drottningarbrautinni þegar menn komin í bæinn, veit ég minnsta kosti, á þessum 2 stöðum að menn þurfa að vera með klukkur. Kannski erfitt að ætlast til að allir taki eftir því, þó að konseptið sé vel þekkt kannski víða á Norðurlöndum að það er ekki vist að þetta sé þekkt allan heim eins og við erum að byggja þetta á. Og það var eiginlega pælingin það sem ég ætlaði mér að taka hérna í umræðu varðandi bara miðbæinn og bílastæðamálin í miðbænum. Hvernig við sæði þetta framtíðin inn í þessu umræðu varðandi bílastæðahús, þá líka hvernig við ætlum að halda áfram með bílastæðaklukkuna eða taka upp aðra gjaldskyldu eða sem sagt að menn fari mögulega að borga aftur. Og þetta er mjög þægilegt að rukka inn í svona bílastæðahús, það er ekki flókið og við þekkjum það konsept, en að fá heildarsýnin að þessu. Þetta er svona stuttaútgáfan af þessu, ég ætla ekki að lengja þetta mikið varðandi þennan þátt, en mér finnst þetta mjög óþægilegt og þetta er búið að vera svolítið erfitt mál undanfarna daga og að mörgu leyti finnst mér þetta erfiðasta bara á kjörtímabilinu til að ná utanum. Og eins og segi, ætlaði mér að vera búin að taka upp þessu umræðuna og geta bara kennt sjálfur mér það að hafa ekki komið inn á dagskrá áður en við förum þessu umræðu hér. En mér finnst þetta tengjast tölvöld mikið. Þannig að vegna þessa fordæmis og eins og málið stendur núna að þá mun ég sem sagt sitja hjá í þessari þegar við kjósum þessa tillögu sem er komin fram. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég veit þegar var verið að vinna að deiliskipulagi af Drottningarbrautarreitnum þá var komið mjög stór hópur af þeirri vinnu. Og ég var sjálfur mjög innviklaður í L-listan á þessu tíma og L-listan sem pólitískt afl í bænum. Þeir kölluðu sig flokkur mannsins, flokkur fólksins og vildi vinna þetta með fólkinu í bænum. Og þeir tókst það og gerðu það ágætlega. Og var ágætið sátt þetta deiliskipulag. Þetta háværast sem var í þeirri umræðu var bílastæða kjallari undir þessum byggingum. Og ég held að það hafi ekkert verið rætt, það getur annað bent mér á hvað. Eins mikið eins og ef við ætlum að byggja upp miðbæinn, hvar ætlum við að setja bílana? Við ýtum alltaf aðeins frá okkur. Nú, og í svona vetrabæi eins og Akureyri og það er gott að blessa að koma gangandi í bæinn og góða strætósamgöngur, þá fer obbinn af fólkinu niður í bæ á bílum.
og með færri stæðum og meira fólki sem býr í bænum, þá verður bara minna líf. Bara með bara glertorg, það nóg að stæðum. En ég ætla ekki að gera þetta mikið spámaður það, en mér finnst vont þegar við erum að gera afslátt á þessum bílakjallara, þegar þetta var svona eitt stærsta málið í deiliskipulaginu, það að fá bílana niður og menn hafa talað mest fyrir því. Og ég sannfærður það að í framtíðinni þá verður þessi strandlengja hérna meðfram Akureyri, hún verður bara verðmætari. Og það þegar tækifæri gefast til ég að vera bara mjög mikilvægt að þeir sem búa og noti bæinn hérna, bæði atvinnuskyni og sem íbúar, að þeir geti þá farið með bílana þá bara undir. Og þeir þá verða ekki viðbót inn á þau stæði sem nú þegar í bænum. Ég mun hafna gegn þessari tillögu og eingöngu á þeirri forsendu að þetta var eitt stærsta og erfiðasta málið að leysa, það var bílastæðakjallarinn. Og mér finnst það vont að við skulum bakka upp úr því. Ég tel sjálfur, það er bara persónulega matið, það skiptir ekki öllu máli fyrir bæinn hvort að hótel verði byggt þarna næsta ári eða eftir 5 ár. Sé ekki rekstrargrundvöllur fyrir hótelin í dag með bílakjallara, þá er ég ekki í vafa það verður rekstrargrundvöllur fyrir hótelbyggingu þarna með bílakjallara eftir 10 ár, miðað við þá þróun sem að verða í ferðamönnum hérna á svæðinu. En ég er engin sérfræðingur í hótelrekstri. Þetta var það sem ég mun greiða atkvæði gegn þessu og finnst vont að við séum að hleypa svona máli gegn með afslætti á þessu og ég spyr bara til hvers erum við að gera deiliskipulag yfir höfuð með svona mikil íbúðasátt ef við ætlum svo bara ekkert að fara eftir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get sannarlega tekið undir það að þetta er eitt stærsta mál kjörtímabilsins af mörgum ástæðum. Ekki það fyrir þær sakir hins vegar að við séum að kollvarpa gildandi deiliskipulagi eins og bæjarfulltrúi Preben hélt fram, heldur vegna þess að hér er nú að stíga afar mikilvægt og stórt skref í uppbyggingu miðbæjarins til þess að verða samkeppnishæf í ferðaþjónustu og til þess að auka vægi miðbæjarins sem mótvægi við til dæmis Glerártorg og verslunarmiðstöðvar. Þessi uppbygging og þessar áherslur eiga sér stað út allan heim. Það er heldur ekki rétt hjá bæjarfulltrúa Preben að stærsta andstaðan hafi snúist það nákvæmlega hvort að bílastæði væru niðri eða uppi, heldur höfum menn áhyggjur af því að það væri ekki hægt að koma þeim fyrir, en langstærsta andstaðan var að það var bara hluti af fólki sem að taldi að það ætti ekki að byggja austan við bakhliðar Hafnarstrætishúsanna. Og það er alveg sjónarmið sem að hægt er að virða. Bæði er náttúrulega verið að skerða útsýni úr þeim húsum og svo eru margir bæjarbúar sem telja að það séu fallegur hluti af bæjarmyndinni þó að þau hafi á sínum tíma aldrei verið hugsuð sem slík vegna þess að þau stóðu náttúrulega bara í fjörunni og það eru þetta fyrst og fremst Hafnarstrætis ásjónan sem er mikilvæg út frá byggingarlistalegu sjónarmiði. Ég er alveg sammála því að deiliskipulag er háalvarlegt plagg og er sáttmáli sem flestir þurfa að ná samkomulagi Það er hins vegar alltaf þannig að forsendur breytast og sjónarmið koma fram sem ekki voru til staðar inn í nefndunum. Við sem að komum að svona deiliskipulagi, hvort sem pólitískusar eða ég sem fagmaður stundum, höfum ekki alltaf þau sjónarmið á reiðum höndum sem kannski svona síkvikt atvinnulíf hefur eða íbúðaþörf eða lagasetning sem að gjörbreytir kröfum íbúðastarf eða lánakerfið. Allt eru þetta hlutir sem að geta kollvarpað einhverju hugmynd á
í einu vetfangi og þá verðum við bara að vera fólk til þess að bregðast við því. Ég tel að hér sé ekki grundvallar breytingu að ræða. Ég tel að hér sé tiltölulega litla breytingu að ræða sem er alveg þess virði að virða. Í fyrsta lagi ekki verið að fækka bílastæðum. Það verið að fækka bílastæðum inn á lóð. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti kom inn á það að við værum að gefa slæmt fordæmi gagnvart skipagötu Glerárgötureitnum og það auðvitað alveg sjónarmið sem þarf að hugsa Ég hef þó ekki áhyggjur af því vegna þess að það eru eðlis ólíkar bílgeymslur sem þar verið að biðja en þær sem verið að biðja á hótelreitnum. Það eru bílgeymslur sem að teygja sig undir sjávarmál og eru kannski 40–50% dýrari heldur en hinnar. Á reitnum sem Njáll bæjarfulltrúi talaði hins vegar fyrst og fremst gert ráð fyrir verslunar og íbúðarými og það engin ástæða til þess að ætla að byggingaverktakar sem að ætla sér að selja dýrar íbúðir í miðbænum muni ekki treysta sér að selja bílastæði undir þaki. Það sjáum við bara á lóðunum sem að standa norðan við hótelreitin. Fyrst þegar þessar hugmyndir komu fram, þá höfðu menn áhyggjur á því að það myndi verða uppi slæmt fordæmi gagnvart þeim 3 húsum. Men það bara ljóst og þau hús verða bara byggð með bílakjöllurum. Enda eru það íbúðarhús og auðvelt að það eftirsóknarvert að kaupa sér hús á dýrum stað með bílastæðakjallara. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Nú, annað fordæmi sem hér var nefnt, það var gagnvart öðrum sambærilegum aðilum. Og þá spyr ég bara alveg svo móti, hvaða fordæmi var sett þegar að fyrirverandi meirihluti gaf leyfi fyrir hóteli upp á horni Þórunnarstrætis og Þingvallastrætis. Það bara verið að leysa málið með nákvæmlega sambærilegum hætti. Hótelið á ekki nema nokkur stæði og síðan keyptu þessu frá stæðum vegna þess að þar voru stór bílastæði flæmi sem höfðu nýst fyrir tjaldsvæðið og íbúa norðan Þingvallastrætis. Mér hefur bara síst sú sambúð ganga ágætlega. Hótelið blómstrar. Við bæjarbúar sækjum það meira sem mikið. Stundum á bílunum okkar, stundum labbandi og það hefur ekki orðið vart neins vandamál vegna þessa. Hér nefnilega verið að ræða það að bílastæðakrafan helst óbreytt. Bílastæðakrafan á lóðina 1 stæði á hverja 75 fermetra. Það mun þýða held ég 7–8 fleiri stæði vegna þess að hér líka gert ráð fyrir að húsið fari úr 5.000 fermetrum í 5.500. En einungis 20 stæði innan lóðar. Og hvað gerist þá með hitt? Jú, lóðareigandinn, hann borgar Akureyrarbæ rúmlega 400.000 krónur fyrir hvert stæði sem hann sleppir. Og Akureyrarbær notar þá væntanlega þessar 22–23 milljónir eða hvað það til þess að koma fyrir stæðum austan við leikhúsið, neðan við brekkuna, vegna þess að ég held að við séum nú öll sammála að ekki í okkar tíð mun vera ljáð máls á því að byggja hús fyrir framan leikhúsið og sýslumannshúsið og gamla barnaskóla. Þannig að það svæði nýtist bara ágætlega fyrir bílastæði, enda eru þau fallega útfærð, þau eru gerð með hljóðmönnum þannig að maður sér þau ekki frá Drottningabrautinni. Og hver þá ávinningurinn af þessu? Jú, hann talsverður að mínu mati vegna þess að þessi 50 stæði sem gert voru ráð fyrir í kjallara hótelsins, þau nýtast á bara hótelgestum nákvæmlega þegar þeir koma á bílum. Þeir notast ekkert öðrum bæjarbúum. Þessi 55 stæði sem við munum þá byggja á þessum stað, þau munum þá nýtast fyrir leikhúsgesti, fyrir íbúða í nágrenninu, fyrir fólk sem ætlar að rölta inn í göngugötu eða Hafnarstræti og versla, þegar að hótelið ekki að nota þau. Og það ekki þannig að hótelið geti sett upp keðju eða skilti og sagt einungis fyrir hótelgesti. Þeir eru að afsala sér þessu. Og þetta, ætli Píratar myndi ekki kalla þetta deilihagkerfið? Og
og ég held að það sé bara frábært. Þetta þýðir það að hver og einn þarf ekki að eiga sitt útigrill og hver og einn þarf ekki að eiga sinn einkabíl og hver og einn þarf ekki að eiga sitt bílastæði. Heldur getum við mörg nota bílastæðin saman vegna þess að við vitum það að það ekki alltaf allir á nákvæmlega sama tíma að sækja öll að þjónustu. Leikhúsgestir mæta á allt öðrum tíma heldur en til dæmis fólk sem ætlar að versla í miðbænum. Þannig að ég held að þetta sé alveg þess virði að gera þessa tilslökun, enda held ég að hún leiði til góðs fyrir okkur. Önnur breyting sem leiðir af þessu að í staðinn fyrir að kannski 2-3 hliðar af þessum 4 sem hefðu annars verið hálf niður grafnar með 4 metra háum veggjum sem engum væri til gleði nema kannski einhverjum unglingum með spraybrúsa, að þá gert ráð fyrir að neðsta hæðin verði bara jarðhæð með glerfrontum, með inngöngum, með veitingahúsi fyrir hótelið væntanlega, með lobbyi og svo þessi nýjung að 50% af grunnfletunum má nýtast í verslun og þjónustu sem óskild hótelrekstri. Þetta tel ég líka til bóta, vegna þess að það leiðilegasta sem að veit það að ganga eftir götum þar sem að þú bara gerir ekkert annað en að ganga frá hjá bönkum, tryggingafélögum og hótelfrontum og það ekkert sem glepur auga. Ég ger alveg ráð fyrir því að þarna verði markaður fyrir að opna minjagripaverslun, til þess að opna lítinn matvörumarkað, veitingahús, einhvers konar fatabúð. Þannig að ég held að þetta sé alveg líklegt til þess að gera bara svæðið miklu skemmtilegra. Þannig að númer 2, þetta tel til bóta. Nú svona rétt að lokum þá var ég nú kannski sjálfur í mestum vafa það hvort að ætti að gefa þetta aukna byggingamagn upp á 500 fermetra og hækka þann hluta norður hliðar hótelsins sem snýr í austur og vestur hálfa hæð eða eina hæð eða hvað það nú var. En eftir að hafa keyrt þarna margsinnis framhjá og skoða myndir af þessu, þá tel ég líka að það verði algjörlega ásættilegt. Enda eru inn í skilmálunum ákvæði það að skipulagsnefnd geti krafist forteikninga og gert athugasemdir við hluti sem að hafa með annað að gera heldur en bara svona tæknileg atriði. Ég veit það líka að hönnuðirnir sem að þarna munu byggja hús kannski á mest áberandi horni bæjarins og eru kannski byrjaðir að sitja sig í stellingu, hvað veit ég. Þeir munu auðvitað leggja metnað sín í það að þarna rísi, og ekki síst byggingaraðilinn, að þarna rísi eitthvað sem sómi verður af. Þannig að ég held að við höfum ekki alltaf að koma að borðinu samfærðum að hér sé alltaf fara til helvítis, heldur trúa því að þetta sé framfaraspor fyrir bæinn og nota þá það regluverk sem við höfum og þau ákvæði sem við höfum sett í deiliskipulagið til þess að tryggja það að þarna komi hús sem verður sannarlega bæjarprýði, leggur grunninn að nýrri sókn Akureyrar í ferðaþjónustu, stór efli miðbæinn og gera það miklu líklegra að við náum að halda þessari uppbyggingu svo áfram norðan Kaupáksstræti. Ég mun því styðja þetta. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Það nú svo ágætt með bæjarfulltrúa Loga. Ég nú oftar en ekki bara sammála honum í mörgum af þessum hugmyndum og mér finnst gaman að hugsa fram með tímann og finnst það bara verulega skemmtilegt. Ég er ekki að fara að láta deilina snúast til það hvað var það sem var mest eða minnst, eða stóð mest eða minnst í fólki. Ég veit að bara ég var í þessari vinnu og þetta var töluvert mikið með bílastæðin. Og vil taka það fram að ég er mjög hlynntur uppbyggingu á þessu svæði. Mér finnst mjög mikilvægt að koma uppbyggingu í gang á svæðinu.
Ég held að sé, og sammála flestum eða mörgum að þetta sé getur orðið þetta bæjarprýðum. En ég er ekki alveg sammála, eða ég hef kannski veldur mér svona ég verið umhuga það þegar við erum að leyfa svona framkvæmdum að kaupa sig frá bílastæðum og akkur bara selja með einhver stæði og svo getum við diskutera það eitthvað annar staðar hvers virði það hversu mikið á eiga menn að borga fyrir það. Ég er sammála þessu uppbyggingu og þetta getur mun skapa meira líf og það þýðir líka meira fólk. Að samnýta bílastæði, ég held nú að hótelgestir og leikhúsgestir séu nú á svipuðum tíma í staðunum en ég hef enga úttekt á því. Þannig að það bara eitthvað til að tefja umræðan og lengja hana ef ég ætla að fara út í ykkur svoleiðisvilsu. En ef við hugsum þetta til lengri tíma, þetta skapar ekkert vandamál að leyfa þessa byggingu á næstu 10 árum. Ég held að verði ekkert vandamál. Það getur vel verið að þetta verði heldur ekkert vandamál næstu 30 árum. Að leyfa, við höfum stæði, höfum pláss undir brekkunni fyrir framan leikhúsið, það má vel vera. En ég hef séð töluvert mikla breytingar á miðbænum á 30 árum, gríðarlega mikla breytingar. Kannski verið bara landfyllingar sem við höfum náttúrulega verið að byggja bæinn okkar töluvert mikið á. Detti einhverjum í hug eftir 30 ára að breyta þessu hóteli sem ég veit ekkert í íbúðir eða eitthvað annað sem við þekkjum fjölmörg dæmi að svona rekstur ekkert eilífur. En þetta hús mun örugglega standa þarna 100 ára vonandi 500 ár og eru prýði í bænum, ég hef ekki hugmynd það. En ég held að það sem veldur mér mestri svona, sem ég er mest umhugað það að hugsa þetta til lengri tíma. Það tækifæri til að setja bílakjallarana undir og ég held að bílakjallari sé lausnin í svona miðbæjum þar sem menn eru með atvinnurekstur og þar sem menn vilja fjölga fólkinu í bæinn þá upprætt að gera bílakjallari þegar besta tækifærið Þess vegna ég að segja nei við þessu. Að við erum að ýta hugsanlega stóru vandamáli í framtíðina. Bílarnir verða áfram til staðar. En ég fagna áhuga á svæðinu. Ég held að segja, og breytingar, margt af í þessum breytingum við þessa byggingu telji til góðs. Ég held bara þetta kemur fram. Ég hlynntur uppbyggingu svæðisins, en mér finnst vont að við skulum vera að gefa afslátt af því þegar ég hugsa þetta til 50 ára. En ég engin spámár og veit ekki alveg hvernig hlutinir eftir 50 ár. Ég get alveg gert með grein fyrir því. En þetta var hluti af því sem við voru að hugsa Takk fyrir. Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, loki máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins innlegg í þessa umræðu sem að byrjaði hjá bæjarfulltrúi Njáli Trausta þar sem hann ræddi þetta miðbæ og bílastæðamál öll samul og það vissulega þannig að í þessari umræðu uppbyggingu miðbæinn þá hefur bílastæði verið ansi hugleikið fólki og þó að það hafi nú kannski ekki verið stærsta ástæðan fyrir á þessum Drottningarbrautarreit, það var mesta andstæðan mannáttúrulega við þessa byggingu þarna fyrir framan þessu húsi í Hafnarstrætinu en vissulega voru bílastæðin stór hluti af þeirri svona kannski þeirri athugasemdum sem komu. Ég hins vegar tek undir með bæjarfulltrúa Loga, ég sé ekki þessa breytingu, að þetta sé neitt svo slæm þessi breyting vegna þess að við erum þá að þeir að kaupa sér frá þessum bílastæðum og eins og bæjarfulltrúi Logi kom inn á þá er þessi stæði koma þau til með að nýtast á öllum bæjarbúum og það hið besta mál sem að hefði ekki gert í þessum bílastæðikjallara. En hins vegar skal ég sér, ætla ég að byrja að tala varðandi það sem bæjarfulltrúi Njáll kom inn á að mér finnst sjálfsagt mála að menn velti fyrir sér bara heildarskipulagi á bílastæðum í miðbæjarsvæðinu og í tengslu við það og akkúrat þegar vorum í vinnslu við aðgerðahópið þá settum við sem sagt í gang vinnu við að skoða rekstur bifreiðastæðasjóðs og veltum fyrir okkur hvort við getum myndu skoða kosti og galla þess að taka upp gjaldskyldu á bílastæðum í miðbænum. Mér finnst líka alveg sjálfsagt að við skoðum möguleika á því að byggja bílastæðahús. Það eitthvað sem ég held að við
eigum að bara vega og meta eins og bæjarfulltrúinn Njáll kom inn á og ég held að það sé nauðsynlegt að við skoðum þann möguleika. Við erum með í áætlunum fyrir árið 2018 og 2019 einhverja 560 milljónir samtal sem vegna uppbyggingar miðbæjarins. Það getur verið falist í ýmsu þeir fjármunir en ég held að sé mjög brýnt að ég tek undir með bæjarfulltrúinn Njáll að við skoðum möguleika á því að koma upp bílastæðahúsi. Ef það eru forsendur fyrir því, það þarf náttúrulega að reikna arðsemi og hvort að það framkvæmanlegt en ég held að það sé mjög þess virði að skoða það. En ég aftur á móti bara dálítið sáttur í dag. Þarna að komast á stað vonandi framkvæmd sem á aftur að skipta okkur miklu máli í samfélaginu. Ég sannfærður það eins og við komum fram í máli bæjarfulltrúa Loga. Þetta áttur að vera mikill sómi að þessari byggingu og ég trúi því að þegar til framtíðar litið að við munum eftir að verða mjög stolt af þessar uppbyggingu sem að hefjast nú í miðbænum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins í framhald af því sem að bæjarfulltrúi Prebens sagði, ekki til að munnhöggvast við hann, heldur þvert á móti bara til þess að halda samtalinu áfram, því að ég held að við séum ekkert ósammála margar hluti í þessu, ég held þessu þvert á móti, frekar sammála. Ég hef verið eindreginn talsmaður þess að við fækkum bílastæðum ofan jarðar, þannig að það kann að vera einhver þversögn í þessu. Ég tel samt að það sé ávæningur í því, þannig að stæði nýtast fleirum. Sem við erum að bæta við, þar að segja, það er verið að tala þá 55 ný stæði með sambærilegum hætti og eru við leikhúsi núna sem eru falin. Nú það að kaupa sér frá stæðum og að það sé eitthvað kannski rangt við það hefur bara allstaðar í heiminu þótt nauðsynlegt vegna þess að borgirnar okkar og bæirnir byggjast löngu áður bílaeign verður svona tryllingslega mikil. Margt bendir auðvitað til að hún eigi eftir að minnka aftur. En ef að við til dæmis ætluðum að klára skipulagið sem að Guðjón Samúelsson og Guðmundur Hannesson læknir teiknuðu hér á 1927 kringu Ráðhústorgið og Skipagötuna og fari í 4 hæða svona randbyggingar, þá höfum við engan annan möguleika heldur en að leyfa fólki að kaupa sér frá þessu stæðum. Það er líka talað dálítið mikið það núna að þegar lækka íbúðarkostnað, það sé svo nauðsynlegt að lækka íbúðarkostnað fyrir ungt fólk og menn reyna að finna alla mögulegar leiðir til þess. Minnka eldhúsin, taka af geymslurnar og gera ýmislegt. Hefur engum dottið það í hug að leyfa kannski til dæmis ungu fólki sem að fara að byggja sér eða kaupa sína fyrstu litlu íbúð að sleppa því að borga 500.000 kall fyrir bílastæði ef það hefur ekki áhuga að eiga bíl. Akkur á að vera að þvinga einstakling til þess að punga út 500.000 fyrir bílastæði eða liggur fyrir að það ættar aldrei að eiga annað en hjól eins og bæjarfulltrúi í Sóley. Til hvers? Þetta er auðveldasta leiðin til þess að lækka byggingarkostnaði á þessu fólki. Ég get vel nefnilega að hugsa með það gerist það sem þú segir eftir 30-40 ár, þá breytist þetta hótel í litlar íbúðir. Það getur líka vel verið þá að það verið hlegið á okkur í byrjun 21. aldarinnar sem áttum kannski 2-3 bíla á heimili. Og ég er eiginlega frekar þeirra trúar að það verði. En ég glemdi því að ég ætlaði að koma aðeins inn á pælingar bæjarfulltrúa Njáls með bílastæðaklukkurnar. Ég er alveg sammála á sínu tíma, þá held ég að það hafi verið alveg ótrúlega farsælt skref. Hins vegar verður að líta til þess þegar það kemur í ljós að með því að fara þessa leið þá hafi þetta í rauninni ekki haft tekjutap í för með sér. þá voru uppi allt aðrar aðstæður. Þú varst með eldgamla tækni sem að byggði upp á þessum tíkallastaurum. Nú eigum við miklu betri möguleika að gera þetta með rafrænum hætti og bæjarfulltrúi Njáll kom inn á vandamál ferðamanna. Þeir þora stundum ekki að leggja vegna þess að þeir trúa ekki að það sé ókeypis að leggja. Þeim finnst það ótrúlegt vegna þess að það er nánast hvergi í heiminum sem þú getur tekið dýrasta blettinn í bæjarfélagi og verið þar bara í 2-3 klukkutíma á þess að borga fyrir það. En ég sé alveg fyrir mér að við getum með íbúakorti eða einhvers konar tækni, þá getum við ívelnið bæjarbúum. Við getum gert það hræódýrt eða jafnvel ókeypis fyrir bæjarbúa að leggja í 20 mínútur, 2 klukkutíma í miðbæ. En við getum þá innheimt fullt gjald af ferðamönnum. Við hljótum að skoða það vegna þess að þetta er ekki ókeypis að halda úti nokkrum hekturum af malbíki.
ég tek undir með bæjarfulltrúa Njáli, finnst þetta ágætis hugmynd og auðvitað sammála Guðmundi með það. Við eigum auðvitað að skoða það á næstu árum, hvort og hvenar þá myndast þörf fyrir bílastæðahús. Og það þarf ekki alltaf að vera svo flókið vegna þess að það sem dýrast við þessi bílastæðahús það að það fer svo mikil pláss í þessa keyrslurrampa, þetta þarf mikið pláss og þetta verður ljótt og allt það. Ég reiknaði út einhvern tímann í fyrra að ef við byggðum bílastæðahús á einni hæð undir Eiðsvellinum og byggðum svo bara Eiðsvellin aftur ofan á bílastæðahúsinu, þá kæmum við 500 bílum þar niður. Við varum líka búin að tryggja umferð garðinn. Þú getur tryggt það að íbúar, þegar þeir færu úr bílunum sínum, þá færu þeir með lyftu upp í garðinn og hvað myndi gerast? Það væri komið pylsuvagn og sjoppa og lítill veitingastaður eftir nokkra mánuði. Þannig að við getum alveg líka notað hugkvæmnina og blásið lífi í umhverfi í kringum bílastæðin okkar, en við þurfum þá að vanda okkur. Og ég tek undir þessar vangaveltur Njáls. Takk. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, bæjarfulltrúa, að taka við stjórn fundarins, varaforseta. Gefa mér orðið, takk. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það búið að vera mikil umræða þetta mál og eins og kom fram í máli Prepins Jóns Péturssonar bæjarfulltrúa, þá var L-listinn sem lagði mikla vinnu ásamt öðru góðu fólki í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili fyrir þessu deiliskipulagi og þessu miðbæjarskipulagi öllu saman. Ég veit ekki hvort það sé ástæða til að gefa einhvern afslátt af þessum bílastæðakjallara. Ég held að það væri mjög farsælt fyrir þetta hótel að vera á þessum stað, að vera með bílastæðakjallara, og það almennt álit okkar innan L-listans, bæjarlista Akureyrar, að þetta hótel á þessum stað ætti að vera með bílastæðakjallara og það hefur náttúrulega spunnist líka umræður þetta, meðal annars hefur verið umræður hvort þessi að fara úr 100 herbyggjum í 150 herbyggi og annað slíkt. Þannig að við í L-listanum höfum ekki verið tilbúin að styðja þessa tillögu, enda sat okkar fulltrúi, hann greiddi atkvæði á móti þessu í skipulagsnefnd. Það almennt skoðun innan L-listans að styðja ekki við þessa tillögu. Ég mun sjálfur ekki greiða atkvæði á mótinni en ég mun að öllum líkindum sitja hjá. Ég ánægður með það að sé að byggjast upp á þessu reit. Mér finnst það frábært, en ég hefði viljað að við hefðum haldið út í þeirri kröfu að þarna væri bílastæðakjallari og ég ætla svo sem ekki að fara munnhöggvast við fólk um þetta allt saman, en ég lít bara þannig á máli að þarna væri tækifæri til þess að gera þetta með stæl. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið laust. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson kom inn á einmitt punktinn sem að það sé ekki ókeypis að búa til stæði og það hárrétt, og það var eiginlega punktur sem ég gleymdi áðan. Í þessari stúdíu sem vill að sé gerði varðandi þessi málefni og bílastæði í miðbænum, það sem að vera að skoða þessa hluti svona heildrænt, það að það mjög ódýrt að kaupa sig frá þessu stæðum í dag. Og það það sem að búin að ræða bara inn í framkvæmdaráði sem búin að vera þar í 6 ár að vera. Og það raunverulega skekkir myndina svolítið í heildar, og það bara hlutur sem bara minna umhyggjaskapur þá eða annara að hafa ekki tekið upp
formlegum hætti eins og ég sagði það, auðvitað getur bara kent sjálfur mér að ekki tekið þessu umræðu sem ég ætlaði að vera búin að taka hérna upp þessi mál, en það bara á lítið að hvort það sé rúma 400.000 krónur eða 470 eða hvað það sem kostar að kaupa sér frá þessari skyldu í dag. Og ég reyndar hef ekki varðandi þetta einstaka mála sem ég ætla að fara þrátt það. Ég man þetta þannig eins og með þennan hótelreit að þetta var ekki átt að vera bílastæði undir sjávarmáli. Heldur þetta að vera svona hálfalegi niður og þetta ekki skilgreind stæði undir. Þannig hef ég skilið það sko. En ok. En það eðlis eins og maður hefur kynnt sér þessi mála. Þetta var tölur umræða hérna 2010 þegar vorum að ræða einmitt miðbæjarskipulagsum tíma þegar vorum að tala síki og bílastæði miðbænum og hitt og þetta. Að þá voru menn að svona gefa, það voru mjög mismunandi og fljótandi upplýsingar og kostnaðargreiningar því hvað stæði undir sjávarmáli kostuði í miðbæ Akureyrar. Og ég var meðal þeirra sem kom þá nýra þessari pólitík og mér þótti mjög svona vanáætlað hvað menn voru að gefa sér í slíka hluti eins og hérna bílastæði undir sjávarmáli. En þess að 2010 þá fannst mér vera að heyra þá þegar tölur upp á 8, 9, 10 milljónir sem kostaði að fara svona undir sjávarmál á stæði. Við erum að sjá hérna í bænum að það verið að verðmeta að með skilst í fjölbýlishúsum bæjarins svona bíla í nýrri byggingum upp á 4-5 milljónir, hefur maður svona heyrt töluna og mér finnst það líklega tala sem þetta getur kostað í svona hóteli, 4-5 milljónir. En eins og að segja, við höfum ekki kostnaði með þetta, maður þekkir þetta ekki. Og maður ekki með þessu upplýsingar sem ég hefði gjarnan vilja hafa í svona umræðu hvað raunverulega hluti kosta í miðbæ Akureyrar að byggja svona. Þannig að auðvitað þetta þá eðlis ólíkar bílageymslur eins og hérna bæjarfulltrúi Logi kom inn á áðan, auðvitað þá vera með á hreinu, en ég hef ekki skilið þetta að vera bílageymslu þarna undir sjávarmáli. Það munar mjög miklu hvort það sé undir sjávarmáli eða ekki. En síðan þetta bara allt og ódýrt að borga sig frá við vitum það sjálf bæjarfélagið, sveitarfélagið. Ég efast að menn sé að leggja út fyrir nýju bílastæðum miðsvæðis á Akureyri fyrir rúma 400.000 eða tæpa 500.000 í miðbænum. Þannig að þetta líka svona, það þessar upplýsingar sem maður hefði svo gjarnan vilja hafa uppi á borðum. Varðandi og þá einmitt og eins og með bílastæðin í kringu eins og við fyrir neðan samkomuhúsi og bílastæði þar, erum við þá að ræða að fjölga stæðum þar, ætla menn þá að stækka það stæði, ætla við að setja það hálfalegi niður, svona hálfgrafið. Ég tók einu svona myndir að bílastæðinu íslenska erfðagreiningu sem svona 2 hæðum, hálfgrafið neðri og svo önnur hæð fyrir ofan. Þetta þjappast þetta vel og ekki endilega miklu rampar eða mikið pláss en var góð nýting á plássi og mikið að bílum hægt að koma fyrir eins og þeirri bílageymslum eða á svo 2 hæðum hana. Og hérna raunverulega það sem að og bara svo það sé við þrjú sem sjálfstæðismenn hérna í bæjarstjórn, við munum öll sitja hjá þessum umræðum á þessum forsendum sem við höfum átt bara mikla umræði í okkar hópi og áttum langa umræður þessi mál í gær. En að sama skapi þá þess að ég vil ekki fara með þetta mál, ég líti á þetta sem ákveðið klúður hjá mér að hafa ekki komið almennilega frá mér þessar vangaveltur mínar inn í þetta, að ég ætla að óska hér með eftir að veri tekin umræða þá eftir hálfan mánuð þessi mál í bæjarstjórn Akureyrar. Ég vil gera það, ég vil ekki bíða fram að hausti til að klára það umræðu. En það skiptir og þá hvort það sé hægt að fá það hreint með eðlis ólíka bílageymslur hvort við erum að tala til sjávarmáli ekki og það meira eða semst ég hef ekki heyrt það í umræðinni áður að við verðum að fara til sjávarmál þarna. Þannig að en þetta býsna tæknilegt málefni og það pælingar en mér bara þetta svona það sem maður átti erfitt með að í þessu máli að tilfinningin svolítið þannig að maður ekki alveg nægilega upplýstur heildarpakkan og það þessar vangaveltur fram og tilbaka sem að koma mann þá stöðu ef maður situr hjá. Eins mikið og maður vildi sem sagt með uppbyggingu og atvinnulífi öðru og hvað þá ferðaþjónustu öllum atvinnugreinum
og maður tala fyrir mjög lengi, að þá finnst maður þetta leiðilegt að þurfa, sem sagt, það geti ekki stutt málibein, en að samanskapi, eins og segi, þetta er raunverulega dilemman sem maður hefur lent í þessu máli. En ég mun þá senda bara formlega beiðni þetta varðandi þá næsta bæjarstjórn, þetta er hálfa mánuð umræðum þessa hluti. Takk. Bæjarfulltrúi Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Njáll Trausti bæjarfulltrúi erum margt sammála í þessar umræðu ýmsa hluti. Ég er alveg sammála því sem hann kemur inn á að það er ódýrt að greiða sig frá þessu stæðum. Það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða. Þetta er bara gjaldskrá sem er í gangi í dag og ég veit ekki alveg hvernig hún er fundin út, en þetta finnst mér vera vert að skoða og ég er líka sammála að við þurfum að skoða þessi málum með bílastæði í heild sinni og hvernig við viljum haga þessu. Ég sé nú ekki að það sé eitthvað akút mál að taka þessa umræðu eftir hálfa mánuð, það breytir nú litlu hvenær. Ég held að sé nauðsynlegt að taka þessa umræðu en ég sé ekki alveg beint að það þurfi að gerast á næsta hálfa mánuði. Hins vegar er þetta varðandi bílastæðakjallarana, þetta er náttúrulega það í þessu þegar bæjarfulltrúi Njáll kom inn á verð á bílastæðakjallara og svo þá versus þessi bílastæði, hálfgrunnu bílastæði í kjallaranum við hótelbygginguna, að þá er ljóst að þarna gætir verulega munns flóðs og fjöru, þannig að ég held að það sé nú kostnaðurinn sé töluvert meiri heldur en í venjulegu bílastæðikjallara einhvers staðar annars staðar í bænum, þannig að ég held að það sé nú kannski eitthvað sem að menn hafi verið að horfa til og ég man eftir því á einhver tíman í umræðunni þá voru menn að tala 7 til 8 milljónir á stæði. Það var eitthvað sem að menn voru að kasta fram en það var aldrei kostnaðargreint nákvæmlega en þetta voru þessar upphæðir sem menn voru að fara með. Þannig að ég vil líka aðeins koma inn á það að eins og ég kom inn á áðan að við erum að skoða þessi bifreiðastæðamál í bænum í heild sinni og ég held að það sé eitthvað sem að sé nauðsynlegt að gera og ég tek undir aftur með bæjarfulltrúa Njáli og bæjarfulltrúi Logi kom inn á það með varðandi bílastæðahúsið og spennandi hugmynd sem bæjarfulltrúi Logi reifaði hér varðandi bílastæðahús undir Eiðsvelli. Það geti verið mjög spennandi hugmynd að skoða en þetta er eitthvað sem að verður þá framtíðarmúsík en ég er ekki alveg að taka undir með bæjarfulltrúa Njáli að það þurfi þessa umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi en það liggur fyrir fundunum hér á eftir að samþykkja það að fella þann fund niður þannig að svona þetta stangar svolítið á. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt framlagða tillögu, gefið merki. Það eru 5. Þeir sem eru á móti, 1, sitja hjá, eru rest, það er 5. Þá segjum við þetta mál afgreitt og snúum okkur að 3. dagskrárlið, Hafnarstræti, göngugata, verklagsreglur lokun. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Er að ræða 12. lið í fundargerð skipulagsnefndar frá 27. apríl síðastliðnum. Þar fór vinnuhópur með verklagsreglur lokanir gatna og lagði fram tillögu að samþykkt lokanir gatna í Akureyrarkaupstað og óskaði eftir umsögnum frá Akureyrarstofu og framkvæmdadeild. Með leyfi forseta þá ætla ég aðeins að reifa fyrstu 4 greinarnar í þessum verklagsreglum bara svona til upplýsinga fyrir bæjarbúa og bæjarfulltrúa. Fyrsta grein, tilgangur og almenna forsendur. Takmörkun á umferð vélknúinna ökutækja eykur öryggi gangandi vegfarenda, á þátt í því að efla bæjarbrag og virkar hvetjandi fyrir íbúa og gesti til að ganga og njóta útiveru. Með því að takmarka umferð vélknúinna ökutækja er opnað fyrir gangandi umferð og möguleika til að nýta miðbæjarsvæðið, meðal annars fyrir uppákomur sem trekkir að fólk og eykur viðskipti í bænum. Samþykkt þessari er ætlað að tryggja að vel sé að þessum málaflokk staðið og að lokanir gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja séu í sátt við íbúa, rekstrar og hagsmunaaðila. Samþykkt þessi nær til tímabundinna lokana gatna fyrir umferð vélknúinna ökutækja í Akureyrarkaupstað.
2. grein, lokun göngugötu. Lokun þess hluta Hafnarstrætis sem kallast göngugata er að lágmarki eftirfarandi. Júní, fimmtudaga, föstudaga og laugardaga frá klukkan 11 til 17. Júlí, alla daga frá klukkan 11 til 17. Ágúst, fimmtudaga, föstudaga og laugardaga frá klukkan 11 til 17. 3. grein, lokun Listagilsins. Lokun vegna listviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast Listagil er heimiluð frá klukkan 14 til 17 frá maí til september. Sækja skal þær lokanir í apríl fyrir hvert ár. 4. grein, lokun miðbæjarins. Lokanir fyrir umferð í miðbænum á eftirfarandi hátíðum og viðburðum. 17. júní, verslunarmannahelgi og á Akureyrarvöku. Umsagnir vegna þessara verklagsreglna bárust frá framkvæmdaráði og stjórn Akureyrarstofu. Þar sem athugasemdir stjórnar Akureyrarstofu koma á orðalagi, auk þess sem stjórnin varpar fram þeirri spurningu hvort eitthvert þak ætti að vera á fjölda heimilaðra lokana í Listagilinu á tilgreindu tímabili. 2 athugasemdir bárust frá Vilborgu Jóhannsdóttur og Úlfari Gunnarsinni í Centro, þar sem framkomu ýmsar spurningar varðandi miðbæinn, og frá Herdísi Hermannsdóttur sem spyr hvernig aðgengi hreyfihamlaðra með P-merki verið tryggt að verslunum og þjónustu á svæðinu. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemd A-liðar við Akureyrarstofu og spurningu Herdísar og mun gera breytingar á verklagsreglum í samræmi við þær og leggur til við bæjarstjórn að þær verði samþykktar þannig breyttar. Jafnframt þakkar skipulagsnefnd innsendar athugasemdir og ábendingar og felur skipulagsstjóra að svara þeim. Takk fyrir. Ingiberg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að bara fagna því að það sé verið að setja verklagsreglur í kringum þessar lokanir. Það ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinu okkar að þetta hafi valdið pirringi hjá mörgum bæjarbúum. Þannig að ég til þetta mjög jákvætt skref. Það eru nokkur atriði sem mig langar að fara yfir. Ég finnst heldur vel í lagt að það lokanir sem eiga að gera í göngugötunni. En ég ætla svo sem ekkert að stoppa þessa verklagsreglu út frá því. En ég hefði alveg viljað, við hefðum farið aðeins skemmra að sinni og hefðum kannski verið lokað 50 daga til laugardaga allt sumarið, ekki verið með breytilegt milli mánaða. En ég læt það svo sem stoppa mig ekki í þessu. En það eru önnur atriði sem að mér langar að gera breytingartillögu og mér þykir leitt að hafa ekki senda á ykkur fyrir en ég er búin að ræða við nokkra aðila hérna inni þannig að þetta ætti ekki að koma ykkur öllum á óvart. En þegar þetta var kynnt fyrir mér fyrst úr þessari nefnd sem að setti þessa reglu saman, þá var þetta kynnt þannig að varðandi lokun Listagilsins að það yrði ákveðinn kvóti. Að það yrði 4 skipti sem að væri hægt að sækja til lokunar á þessum tímabili. Mér fannst það mjög jákvætt en svo þegar ég fekk að sjá plaggi þá kemur það ekki fram í þessu plaggi. Þannig að mér langar að gera það að breytingartillögu að í 3. grein lokun Listagilsins að við myndum þá bæta við að greinin þá þannig lokun vegna listviðburða í þeim hluta Kaupvangsstrætis sem kallast Listagil er heimiluð frá klukkan 14 til 17 frá maí til september, sækja skal þær lokanir í apríl fyrir hvert ár og verður að hámarki gefið leyfi fyrir 4 lokanir á þessu tímabili. Þar sem að ég veit að þessar verklagsreglur fara mismunandi vel í aðila og við höfum fengið mótbárur frá ýmsum aðilum í miðbænum sem reka þar verslanir og veitingahús og fleira. Þá hefði ég vilja að við færum mýkri leiðin í þessu, að við myndum taka þessar verklagsreglur upp eftir þetta tímabil aftur og endurskoða út frá reynslunni. Kannski á þetta bara eftir að ganga rosalega vel og allir verða sáttir, en ef ekki þá vilja við setjum fyrirvara á og munum skoða niðurstöður eftir þetta tímabil. Þannig að ég legg til að við
að það verði gerð önnur viðbótargrein sem að hljómar svo: verklagsreglur þessar eru gerðar til 1 árs og verða endurskoðar eftir tímabilið út frá reynslu. Og þarna erum við þá allavega að gefa okkur séns eða færa á því að breyta ef okkur finnst þetta fara miður. En auðvitað vonumst við til að flesti verða sáttir og að þetta bara eigi eftir að auka verslunni í bænum, en ef svo ekki að þá erum við allavega með fyrirvara á. En eins og ég sagði, mér finnst mjög jákvætt að þessar reglur sé að koma á og sérstaklega líka sá hluti varðar merkingar. Það hefur farið verulega í taugarnar á fólki að það komið með langleiðina niður gilið og þá sér það að það sé loka og þarf að fara að snúa við og fara eitthvað annað. Þannig að mér finnst þetta á örugglega eftir að breyta miklu og vera jákvætt. En ég bara legg til þessar 2 breytingar og bið forseta að taka þær upp. Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á bæjarfulltrúi Eva bara fagna þessum reglum. Það er ágætt að við skulum koma reglur og vissulega er það þannig að við getum aldrei deilt það hversu langt á að gangi í þessu og ég er pínulítið á sömu línu á bæjarfulltrúi Eva að það hefur kannski verið mátt ganga aðeins skemur í þessu, en ég tel hins vegar að það hafi verið unni nokkuð faglega að þessu. Það er ekkert allir ánægðir með þessar reglur, en ég er mjög ánægður með þessar breytingartillögur sem að bæjarfulltrúi Eva leggur hér fram og mun styðja þær. Ég held að það séu bara til bóta. Þá erum við minnst að taka þessar reglur til endurskoðunar í haust sem er til mikilvægt og sjá til hvernig reynslan hefur verið orðið af þessum breyttu reglum og svo líka það að það séu settar fjöldatakmarkanir á lokun vegna listviðburða í listakjörnum. Ég held að það bara hefur góð að hafa þær niður neldar. 4-5 skipti hefur kannski verið, ég veit ekki, maður getur deilt hvort það eru 4 eða 5 skipti, en þarna settum við fram tillögu 4 skipti og ég kem til að samþykkja það. Takk. Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ef bílastæðamálin hafi verið deilumál í bænum þá hefur nú þessi göngugatan og heldur betur oft borðað á góma líka. Og ég held nú að við fáum seint fram þá tillögu sem allir vera sáttir með þetta. Ég fagna því allan að það skuli ekki vera ábyrgð einhvers eins verslunarstjóra eftir veðri og vindum hvenær þessi lokað og hann setja allt uppnám eða hvernig það er. Þannig að bærinn hafi þó frumkvæði að því og kjark til að koma með reglur og ef ég sæti eldspori heima á mér þá hef ég hugsanlega haft reglunar aðeins öðruvísi, en það kom góður hópur af þessu og ég veit ekki annað að það hefur verið eining innan þess hóp sem vann þessar reglur. Ég gerir ráð fyrir því að þessar reglur séu settar á og við séum samþykkið það núna, þetta með pröfuð þetta árið og við getum samþykkt nýja reglur á næsta bæjarstjórnarfundi. Við þurfum ekki til að setja til eins árs, við getum breytt þeim á hverju bæjarstjórnarfundi sem við viljum. Til þess erum við með bæjarstjórnarfundina til að breyta reglum ef við þurfum þess, til dæmis. Nú, ég veit ekki alveg með fjöldatakmarkanir. Ef viðburðirnir eru þess eðlis og koma upp ykkur flotti viðburðir og sem langar að vera með tónleika eða einhverju í gilinu og langar til að loka, þá finnst mér vont að segja, nei, veistu, það er búið að loka 4 sinnum, það er ekki hægt. Við erum að reyna að koma lífi hérna í Listagili, við erum að koma lífi hérna bæ og þeim forsendum finnst mér svona og hérna þurfum að vera búið að ákveða fyrir okkur ákveðin tíma. Það er eina sem ég svona sem ég fannst svona stinga í stúfi við mína samfæringu að við viljum hafa líf hérna, við viljum fá óvæntar uppákomur og við viljum geta brugðist við. Þá erum við regluverk sem segir, nei vinur, þú sóttir ekki fyrir 1. maí eða 4 aðrir búnir að sækja Byggjum þetta, við viljum vera menningabær, ekki bara stundum. Við viljum vera svona oftast. Og þeir sem eru í bænum, hvort sem eru verslanir, veitingarekstur og hvað ég viljum fá fólki í bæn. Og það verið að loka Listagilinu og verið að loka því það er fólk. Það er gangandi umferð. Það er að koma massið af það.
þó eins fari í fílu við því hafi ekki séð skilti að hann geti ekki tekið beygina upp gilið, þá er hann bara farið að Brynju, fá sér ís og farið svo bara áfram upp. Ég meina, það getur alveg flósið, en ég mun samþykkja reglunar, en mér finnst það svona vont að það skuli vera takmarkanir á bæði hvenær gilinu er lokað og hversu oft, ef það er reyndar ekki komið. En það finnst mér svona stinga svolítið stúf við listagilið sjálft. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara fagna þessu eins og fleiri bæjarfulltrúar þar sé að vera setja þessar reglur, en ég hef líka áhyggjur af þessum fjölda sem við verðum að tala um, því að lokunum í listagilinu, því að ég í huganum taldi nú allavega 2 skipti sem er lokað þarna, er Vestmannahelgin og Akureyrarvakan, þannig að þá eru í rauninni eftir bara 2 viðburðir. Síðan er verið að tala um þarna sumarið, en það eru líka haldnar hér vetrarhátíðir og sem hafa áhrif á umferð í listagilinu, þannig að ég bara tek undir það sem að bæjarfulltrúi Preben sagði hér áðan að við gerum ekki við reglurnar of stífar þannig að við þurfum þá að lenda í einhverjum svona þjarki eitthvað sem á að vera mjög skemmtilegt og gera bæinn skemmtilegri. Þannig að, en bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ingibjörg Ólöf Vísensen, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt og aðrir bara fagna þessum verklagsreglum, en þetta er auðvitað einmitt partur af því að gera bæinn okkar meira aðlaðandi. En það er nú ekkert svo langt síðan við samþykktum reglur hér í bæjarstjórn sem komið að sölutjöldum og þetta er bara framhald af þeirri vinnu í rauninni. Ég get alveg verið sammála bæjarfulltrúi Evur Hund að það þurfi að yfirfara það og fara yfir reynsluna og meta út frá því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Lokunin í júlí er auðvitað svolítið mikil. Varðandi lokun fyrir umferð í miðbænum þá er í rauninni lokað fyrir alla umferð 17. júní, Verslunarmannahelgi og Akureyrarvöku og ég tel að lokun listagilsins sé í rauninni haldið utan við það. En það þarf að sækja lokunina til skipulagsstjóra og það er svona spurning varðandi þessa fjölda takmörkun. Ég tel mig ekki vera að hefa til að meta hvort að ég vera 4 skipti eða 10 skipti. En ég myndi í rauninni leggja bara til að skipulagsstjóri sæjum að meta það fyrir okkur, eins og kemur fram í þessum reglum. Meira verða ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Vísensen hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því að segja að mér finnast auðvitað ekki athugasemdir verslunar og veitingaaðila í miðbænum léttvægar og ég hef nú svona klórað mér pínu í höfðinni yfir þessu máli. Þetta er auðvitað lífsviðurværi þeirra og ég menna það má kannski leiða líkum á því að þetta fólk viti kannski einna best hvernig hlutinni ganga fyrir sig. En ég tel þó að þetta sé sem sagt rétt skref að stíga, að prófa þetta, en að við göngumst bara við dálítið ábyrgð þegar kemur að umhverfi miðbæjarins. Við tölum hér mikið lífið í miðbænum og miðbæinn, en við verðum þá að vera reiðubúin til þess að koma á móts við þetta fólk sem er þó að halda uppi atvinnustarfsemi og að draga fólk niður eftir og gera einhverja áætlun endurnýjun og uppbyggingu Hafnarstrætis. Hafnarstrætið var gert að göngugötu fyrir rúmlega 30 árum og er bara löngu orðið barn síns tíma. Flestar götur sem að gerðar voru að göngugötum á 7. og 8. áratugunum, þær eru búin að gangi gegnum 3 til 4 endurnýjun. Vegna þess að þegar að Norðurlandabúar fóru einhvern veginn að kreista meira út úr sumrinu, fóru að leyfa sér það að setjast út á verönd og drekka hvítvin eða kaffi, sem að þótti alveg fáheyrt, þá bara kunnum við þetta ekki alveg. Og göngugatan okkar, hún er fyrsta kynslóðagata og ber þess augljós merki.
þegar hún var til dæmis gerð aftur á Akstursgötu, þá lentum við náttúrulega í því að þurfa að hlykkja hana þarna norður eftir vegna þess að staurarnir voru í miðjunni. Síðan hefur reynsla sýnt annars staðar úr heiminum þar sem menn hafa verið endurnýja þessar götur að þrátt fyrir þetta séu göngugötur þá eru þær gjarnan með svona hefðbundnu götusniði. Það er að segja það er gangstétt, það er lukt og bekkir og svo er eitthvað svona svæði í miðjunni þar sem neyðarakstur, ferlibílar, leigubílar og stundum bílaumferð getur átt sér stað. Börn eru ótrúlega fljót að læra inn á þetta og það er einn af ástæðunum fyrir að þessi göngugata er bara býsna hættuleg fyrir lítil börn. Fyrir fullorðið fólk sem er að keyra barnavagna og hefur ekki hugmynd hvar þá að bera niður næst. Þannig að ég vil gjarnan að samhliða því að samþykkja þetta, þá tökum við mjög jákvæðar og uppbyggilegar tillögur frá þessum 19 menningu sem að lagðar eru hérna fram, boðum við á fund og förum í einhver plön það hvernig við ætlum að bæta þeirra rekstrarskilyrði og umhverfi. Og ég er alveg sannfærður það hins vegar að tíminn mun leiða það í ljós að þau munu líka verða opnari fyrir því að loka þessu svo bara kannski jafnvel enn meira. Annað sem ég hef svolítið áhyggjur af, ég er fagna því að skipulagsnefndin hafi tekið undir þetta sjónarmið fólk sem er fatlað. Ég hefði viljað ganga lengra og ég hefði viljað undanskilja hreinlega strætó frá lokun Listagilsins og ég hefði viljað leyfa leigubílaakstur þegar hans er þörf. Við getum ekkert lokað augunum fyrir því að það koma kannski einstaklingar þarna klyfjaðir í töskum og eru að fara svo að labba í lyftulausum húpum á 3. og 4. hæð og við þekkjum þetta frá útlöndum að yfirleitt eru gerðar undantekningar fyrir þennan akstur. Þannig mér finnst alltaf að skoða það allavega. En ég hins vegar geri það ekki að neinu ágreiningsefni, ég vildi bara að það kemur fram. Ég er svo sammála athugasemdum sem Preben Jón bæjarfulltrúi og Sigríður Huld bæjarfulltrúi tóku upp hér og gagnrýndu hugmyndir Evu að setja kvóta á Listagili. Mér finnst það frekar svona lítil tala, naum tala. Fátt er nú skemmtilegra þegar maður rekst óvart inn á bæjarhátíðir og festival erlendis þar sem að götur eru undirlagðar og ég hef alveg trú á því að með auknum ferðamannastraumi þá munum við sjá sóknarfæri og tækifæri í því að loka Listagilinu oftar, en umfram allt myndi ég nú kannski vilja að við skoðum það að breikka gangstéttina sunnan við Listasafni. Við erum að gefa bílunum alveg svakalegt pláss, við gætum alveg örugglega mjókkað akvegin 1-2 metra og bara við það að gera gangstéttina 1,5 metri breiðari, þá gæti bara vel verið að við þyrftum ekkert að vera að loka gilinu eins oft. Annars er ég bara sáttur við breytingatillögu Evu, hvað hitt atriði varðar og þó að það sé rétt hjá bæjarfulltrúa Preben að við getum hvenær sem breytt þessu, þá er þetta allavega yfirlýsing það að við ætlum okkur að setjast niður í haust og meta árangurinn. En eftir mjög vandlega umhugsun þá mun ég styðja þetta. Og ef þetta Logi Einarsson hefur lokið máli sinni, ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld Jónsdóttur að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er þessi umræða og ég get tekið undir vel flest, ef ekki allt sem Logi Már Einarsson sagði áðan. Varðandi þessar lokanir og þessar athugasemdir, þá velti ég fyrir mér, við erum að tala 17-19 rekstraraðila í miðbænum sem eru mjög efins þetta. Þau hafa áhyggjur af því að þetta hafi áhrif á þeirra rekstur og sína afkomu. Mér finnst mjög mikilvægt þegar við förum í svona að við reynum að hafa sem mest samráð og fulltrúi skipulagsnefndar, formaður, ásamt öðrum talaði við fulltrúa miðbæjarsamtakanna, en það virtist svo komið í ljós að það var lítið samráð, ef ég skildi rétt, innan miðbæjarsamtakanna.
sá fulltrúi sem var fyrir þeirra hönd hafði lítið samráð við aðra sem voru í miðbæjarsamtökunum. Ég voni ég sé ekki að fara með rangt mál, allavega var það minn skilningur á þessu. Og það finnst mér mjög miður að það sé ekki meira samráð og meiri samvinna. Við bæri vissulega gerði sitt til þess að vinna þetta í hvað mestri sátt. Mér finnst það svolítið erfitt að eltast við það að loka bara þegar gott veður. Ég er búinn að vera mjög klofinn í þessu máli. Ég hef verið eiginlega þar að samþykkja þetta alls ekki vegna þess að mér finnst að við eigum að fara bara aftur í það fyrirkomulag sem var. Ég veit nú ekki einu sinni hvernig það var, öðruvísi en það var fulltrúi held ég einu verslunum sem að lokaði þarna þegar það var gott veður eða voru skemmtiferðaskip. Mér skilst að það séu 26 skemmtiferðaskip í júlí, allavega 22 dagar sem eru dekkuð. Þannig að þetta er búið að vera umræða sem er búin að fara í hringi. Ég get fyrir fundin þá var ég eiginlega ákveðin í því að vera á móti þessu. Og það aðalega fyrir það að mér finnst mjög erfitt að samþykkja það af því að það er ekki fleiri innan miðbæjarins sem að koma að þessu töluðu við bæinn. Ég tel bæinn ekki hafa gert neitt rangt, en ég hef svo sem rætt þetta líka við aðra bæjarfulltrúa eins og Loga Einarsson og við erum sammála það að við þurfum að fara strax í samráð við þetta fólk vegna þess að við viljum náttúrulega númer 1, 2 og 3 hafa líflega miðbæ og reyna að gera því sem mestri sátt. Mér finnst að við eigum að endurskoða þessa reglu einu sinni á ári eða hverju hausti, hvernig sem það sko, það náttúrulega einu sinni á ári. Varðandi lokanirnar, þá hef ég verið einn af þessum sem hefur pirrað mig yfir því þegar það er búið að loka bara og maður veit ekkert hvað er í gangi. Mér finnst ekki ástæða samt að hafa takmarkanir á því. Ég er pínu skeptískur á það. Að hafa, einhverja ákveðna 4 daga. Mér finnst að það ætti að geta verið meira, en það þarf að merkja það betur og þannig að það sem snýr að gilinu. Þannig að ég veit að ég held að við séum öll sammála það að það er reglulega að fara í gegnum svona tillögur sem eru komið fyrir bæjarstjórn ef það ganga bara einfaldlega ekki upp, ef það er ekki að þjóna hagsmunum þeirra sem að þeir eiga að þjóna vegna þess að þeir eiga að þjóna bæjarbúum, þeir eiga að þjóna þeir sem að stunda rekstur þarna, þeir eiga að þjóna okkar mannlífi, þannig að og það gildi sama með gilið og miðbæinn. En ég veit að það eru allir áhorfendur sem eru náttúrulega fleiri hundruði núna á YouTube að fylgjast með, eru alveg klofnir yfir því hvar ég stendi í þessu máli, sko, þannig að eru alveg jafn nærri því og ég, sko. En ég veit það ekki, mér finnst þetta vera, ég hefði viljað gjarnan að við hefðum náð þessum fulltrúum miðbæjarsamtakanna miklu fleirum að borðinu, það hefði verið meira samráð þar og við hefðum náð að gera þetta í meiri sátt. En vissulega viljum við og ætlum við að tala við þessa aðila og funda með þeim til þess að finna lausn sem gengur upp vegna þess að það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að þetta getur verið tekið fyrir hér í bæjarráði í júlí eða ágúst eða í bæjarstjórn í september eða hvað það er og við breytum þessu vegna þess að þetta er ekkert skrifað í stein, þessar reglur. Þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara eins og margir aðrir hérna fagna þessum tillögum frá starfshópnum sem vann þessa vinnu og ég vil bara minna á að þetta er auðvitað vel undirbyggð vinna. Það var gerð könnun meðal íbúa en ég þakka bæjarfulltrúa Matthíasi fyrir að upplýsa samráðsleysi innan samtaka kaupmanna í miðbænum. En ég finnst það bara er eitthvað vandamál sem þeir þurfa að leysa. Það var haft samráð við miðbæjarsamtökin.
Ég er miklar efasemdir að það sé sniðugt að setja einhvern kvóta á þetta. Ég myndi þá allavega vilja heyra hvað, og minnst 4 er dálítið lítið vegna þess að ég ger ráð fyrir að þessi loka yfir Akureyrar af Vöku-Verslunarmannvirkjum 17. júní og þá eigum við að velja einhverja eina listasýningu til þess að vera á lokunardegi þannig að það þarf að hugsa það, en mér finnst bara algjör óþarfi að vera að setja einhvern kvóta á þetta. Svo finnst mér kannski í raun og veru mjög góð hugmynd að endurmeta þetta innan árs og það er bara eitthvað sem við ættum að gera í kannski varðandi fleiri hluti. Við erum í vinnu við að taka ákvarðanir og þurfum að vera duglega að endurmeta þær en mér finnst þetta ekkert eitthvað sérstaklega einhver ákvarðan til þess að tímasetja til eins árs, þannig ég mun nú ekki greiða atkvæði með þessum tillögum. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Varðandi lokunni í Listagilinu og þessa tölu, hún er ekki komin hér frá mér. Þessi tala kemur úr þessum hópi sem að vann að þessum tillögum og þannig að þetta er ekki eitthvað að ég seti puttar upp í loft og við skulum loka 4 sinnum. Þetta var líka rætt innan Akureyrarstofu og stjórn Akureyrarstofu sendi athugasemd að það veri ekki sett takmörkun á lokun Listagilsins. Þannig að það komi skýrt fram. Ég tók því þannig að þetta væri að þarna væri ekki verið að tala með, það væri ekki verið að telja með verslunarmannahelgina og 17. júní og þetta væri vegna listaviðburða í Kaupástrætinu sem væri verið að sækja sérstaklega Þannig að það eru 4 skipti sem við verið að tala þannig að það er fyrir utan það. Líka bara því ég las líka könnuna sem var gerð og þá sá ég að það eru fleiri á móti því að Listagili sé loka heldur en göngugötunni. Þannig að það bara komið skýrt fram að þessar tölur eru ekki frá mér komnar upphaflega. En varðandi lokunna í miðbænum, ég er alveg sammála Loga, við þurfum að koma til móts við aðilana sem eru þar og þurfum að gera það fyrr en seinna. En bara eftir að hafa hlusta á okkur hér, þá erum við svo mörg á því að við séum kannski aðeins að ganga langt með þessu. Af hverju erum við þá að fara að samþykkja að loka til dæmis allan júlí, alla þessa daga? Af hverju bara breytum við þessu þá ekki hér og tökum bara 5., 1. og laugardag, bæði júní, júlí og ágúst? Ég er búin að heyra frá nokkrum í meirihlutanum að þeir hafa svona efasemdir þetta. Þannig að mér langar bara að athuga hvort það væri hljómgrunnur fyrir því að endurskoða það sem við erum að prófa þetta til vonandi verði þetta að muni þetta ganga vel en ég líti á þetta sé til reynslu og við munum endurskoða þetta, ég voru að það verið samþykkt að við munum endurskoða þetta á hausti en þannig ég vil bara leggja það til að við myndum skoða það en varðandi töluna eins og ég sagði þá er það komið úr þessu vinnuhóp sem að ég tel bara hafa unnið þessa vinnu mjög vel og þannig að þess vegna var ég mjög hissa að þetta endaði ekki í lokaskjalinu af því þannig var kynningin frá þeim til mín. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að orðlengja þetta en ég hef ekkert efasemdir þetta. Ég sagði hins vegar í byrjun að ég hefi þurft að velta þessu mikið fyrir mér og mér fyndist ekki ábendingar verslunaraðila léttvægar en ég held ég hefi líka sagt að þegar allt kom til alls þá teldi ég að þetta væri farsælt skref og við ættum að prófa þetta og ég væri meira að segja viss það að í framtíðinni þá myndu þeir vera það líka og ég vil biðja meiri lokanir. Þannig að mér finnst ekki að við höfum að hræra í þessum tímasetningum, við höfum að halda okkur við þetta en ég styð það hins vegar að við bara gefum yfirlýsingu það að skoða reynsluna í haust. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er aðeins verið rætt þessa fjöldatakmörkun í gilinu og greina þetta að
það ekki allir á sömu skoðun og ég og bæjarfulltrúi Eva að það mætti setja eitthvað fjöldatakmarkanir þarna inn í. Fyrsta lagi náttúrulega þá er kveðið á í reglunum og það er gott að það finnst ekki allir hafa lesið reglunum alveg í botni en það er kveðið á í reglunum að það eru 3 lokanir fastar á þessu svæði. Það er að segja 17. júní, Verslunarmannahelgin og Akureyrarvaka. Síðan er í greininni listviðburði í Listagilinu, þar er kveðið á að sækja skuli Og það kannski má segja vandamáli við þessar reglur sem við erum að samþykja í dag að það hefði kannski út að standa í þeim að því við erum að samþykja núna það þútt að vera að sækja fyrir loka apríl. Að það hefði kannski út að setja í ákvæði lokreglurna að á árinu 2016 var hægt að sækja til leið og bæjarstjórn var búin að samþykja þetta eða miðs júnís eða eitthvað slíkt sko. Þannig að það kannski vantar. Varðandi lokuna í miðbænum að þá sagði ég áðan að mér finnist kannski að þetta væri svolítið bratt en ég tek hins vegar fram að það var mjög vel unnið að þessu þannig ég held að þetta sé skynsamt og ég hef trú á að þetta eigi eftir að koma vel út þannig að þó svo ég kannski í að því að mér hefði fundist þetta vera aðeins meira en ég hefði sjálfur kannski teiknað upp þá held ég bara að vinnubrögðin hafi verið með þeim hætti að það sé rétt að láta á þetta reyna en ég tek undir með bæði bæjarfulltrúa Matthíasi og bæjarfulltrúa Loga að auðvitað ekki léttvægar þær athugasemdir sem að kaupmenn eða verslunareigendur þarna í götunni hafa gert en hins vegar þá finnst mér að sjálfsagt að láta á þetta reyna og ég held líka og ég stend við það að mér finnst að það þurfi að kannski líka til þess að skerpa á þetta vegna að segja ef við setjum, það er vissulega gaman að því að það eru margir listaviðburðir á sumrin en ég held samt sem ára að þó við settum 4 eða 5 þá held ég að það sé það hef ekki verið lokað svo oft síðastliðið sumar vegna listviðburða í Gilinu. Þannig ég held að við séum þó svo við getum sagt að við getum sleppt þessari fjöldatakmörkun þá held ég að við séum kannski ekki tala nema einhverja slíka tölu. En ég svo sem alltaf ekki að fara að vera neitt sárið, ég held að það sé ekkert sjálfhjálpað að hafa þessa tölu þarna inni. Ég held að þetta er náttúrulega fyrst og fremst listviðburður í Listagilinu sem þarf að sækjum og það er náttúrulega það hlýtur að koma frá listarinu stjórnanda í Listagilinu sem er að sækjum fyrir þessa listviðburð sem er þá settur upp í Listagilinu. Þannig ég held að þeir séu ekkert fleiri yfir sumarmánuðina fyrir utan þessa á Akureyrarvöku verslunarmannahelgina og svo 17. júní. En varðandi það sem bæjarfulltrúi Logi kom inn á að hann teldi mikilvægt að þarna gilið eru ekki lokað fyrir umferð strætisvagna á laugardögum. Ég held ég farið rétt með að strætisvagnar aka ekki upp gilið helgar ef ég man rétt en það getur vel þessi misskilning í mér en þá leysist það. En annars var það ekkert annað. Takk fyrir. Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, það sem stakk mig mest, það er ekki endilega, sem fjöldan kemur inn eftir á og það er alveg eitthvað sem ég var ekkert búinn að hugsa sérstaklega, bara heyra þetta rétt með náðan. Það sem ég var að benda á, það er að það þarf að vera búið að sækja það fyrir apríl. Í raun og veru erum við að segja að núna það verði ekki lokað gilið. Apríl er liðinn, í sumar. Og mér er mjög minnistætt, ég held að það hefur verið einkaframtak þegar Einar sem rak þá Kaffi Karolínu eða þetta ekki Röfn þá þegar lokaði Listagilinu og við Bubba Mortens tónleika Gilinu, mjög skemmtileg uppákomu. Ég held að honum hafi dottið það í hug með tiltölulega skömmum fyrirvara. Það var mjög flott framkvæmd. Þannig að ef einhverjum dettur það í hug, einhverjum atvinnurekendum þarna og til KEA bjóða upp einhverja svona með frekar skömmum fyrirvara, þá er það ekki hægt að því við erum búin að loka fyrir það og þú gerðir ekki fyrir apríl. Það er nú oft sem það kemur svona rót á fólki svona í júní þegar sólin fer af stað. Það tekur hettuna niður og hefur ekki gerð eitthvað sniðugt í sumar. Nei, það komst ekki fyrir apríl. Þannig mér finnst það vont. Ég meina það að skipulagsstjóri og jafnvel Akureyrarstofa megi nú hafa aðeins rýmri heimild þarna. Hvort sem við vilja loka 10 sinnum eða 5 sinnum eða tvisvar. Ég hef ekki sett eitthvað skoðan því eins og staðan er núna, en það mér finnst tímasetningin alltaf vond. Að menn eru brendir inni, þú eru að gera þetta á næsta ári. Það sé ég var að benda á. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gera örlítið hlé á fundinum.
Þá tökum við upp dagskrá aftur og ég ætla að biðja varaforstjóra Sigríði Huld Jónsdóttur að taka stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Ég ætla að gefa henni leyfi til að taka aftur til máls og það öllu þessu ringli með þetta hjá okkur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get því miður ekki sagt þetta svona. Ég setti þetta upp í 2 breytingartillögum og held þau fyrri óbreyttri nema til út sækja þar lokar í apríl á hvert en heldinni hámarki verið gerð leyfi fyrir 4 lokun á þessum tímabili en að setjum til að verið á verklagsreglur þess að verið endurskoðað í október 2016 út frá reynslu. Orðið Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvatt sig hljóðs þá höngum til atkvæðagreiðslu með breytingartillögu sem Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lagt fram. Já, þessa fyrri sem er 3. grein lokun listagjaldsins, lokun vegna listaviðburðar í þeim hluta kaupafsláttar sem kallast listagjald er heimilað frá með 14 til 17 frá maí til september, sækja skal það lokan í apríl. Þetta er svo tillaga sem ég er með. Já, en þetta er svo tillaga sem hún sendi fyrst og svo ætlar að senda mér aðra tillögu sem varst að bera upp núna. Ég er ekki með neina aðra tillögu. Ég ætla ekki að kjósa þessa tillögu sem þú sendir án, heldur þá tillögu sem varst að bera aftur upp núna. Þú tók bara út apríl. Jú, ég vil svona vera. Já. Þá les ég upp tillögu Evu Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúa. 3. grein lokun listagjaldsins, lokun vegna listaviðburðar í þeim hluta kaupafsláttar sem kallast listagjald er heimiluð frá og með 14 til 17 frá maí til september verður að hámarki gefið leyfi fyrir 4 lokanir á þessum tímabili og legg til klárt þau sem geta samþykkt það vinsælst gefið merki. Þá og einhverjum móti. Þá er það samþykkt með þessum breytingum. En varðandi endurskoðun, hún kom ekki fram í mínum lestri. Var það? Ég er nefnilega ekki með. Já, og jafnframt leggur Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi til að lögð til viðbótargrein sem hljóðar svo. Verklagsreglur þess að vera endurskoðaðar í október 2016 út frá reynslu. Þessi geta samþykkt það vinsælst gefið merki. Það er samþykkt 10, einhverju á móti. Það er 1 sem er á móti.
þá er það tillaga mín var raun og veru samhljóðandi tillögu Evu Hrundar Einarsdóttur fyrir utan það að það var engin fjöldatakmarkanir á henni. Það var búið að ganga lengra sem það búið samþykjana. Það er búið samþykjana. Þá þurfum við ekki að hafa ágjör af því. Bera reglurnar upp í heild sinni. Þá leggjum við fram reglurnar upp í heild sinni með þeim breytingum sem hafa verið samþykktar á fundinum. Þess að geta samþykkt það eins og gefið merki. Þeir sem eru á móti, enginn á móti, einn situr hjá. Þá segjum við þessum dagskrárlið lokið, þetta var spennandi. Og við förum í 4. dagskrárlið, Rangavellir, umsókn og deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur beðið orðið. Eða deiliskipulagsbreytingu, hvað það er. Mér langaði bara að hvetja, það verið að gera breytingu vegna spennustöðvar upp á Rangárvöllum. Og svona í framhaldi af því þá langaði mér bara að hvetja Norðurorku og stjórnarmönnum hennar að beita sig fyrir því að Norðurorka sett svona aðeins meira effort í útlit á þessu spennustöðum sem þeir eru að setja niður. Það er alveg svona til alls konar útvarpsgráði og mætti svona vanda sér stundum betur. Það er bara það sem ég vildi benda á, sko. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þessi geta samþykkt þess að gefi merki. Það er samþykkt með 10 atkvæðum. Einn er fjarverandi. Þá er það 5. dagskrárliður, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, reglur. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tökum við til afgreiðslu reglur fyrir skammtímavistun fyrir fatlað fólk. Þetta er 6. liður í fundargerð velferðarráðs frá 18. maí síðastliðnum. Þar voru lagðar fram breytingar á reglum skammtímaþjónustu fyrir fatlað fólk og velferðarráð samþykkti þessar reglur og vísaði þeim áfram til bæjarstjórnar. Helstu breytingarnar, þetta er nú megnis orðalagsbreytingar og gert skýrara hvaða með þjónustusamning við þá aðila sem að þurfa að nota þjónustuna og eins er sett hámarksdagafjöldi á mánuði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld Jónsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvætt sér ljós, göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt eins og þess gefið merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum samhljóða. Þá er það 6. dagskrárliður, öldrunarheimili Akureyrarbæjar, dagþjónusta. Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér liggur fyrir 8. liður úr fundargerð velferðarráðs frá 18. maí síðastliðnum og þar var verið að fara yfir reglur vegna dagþjónustu á vegum öldrunarheimila Akureyrarbæjar og það er eiginlega það sama og í fyrri reglum að þetta er meira og minna orðalagsbreytingar þar sem er fyrst og fremst verið að skýra þá dagþjónustu sem núna er komin alfarið inn á Hlíð og
Þetta hét áður dagþjálfun en dagvistun og heitir núna dagþjálfun. Takk. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldu Jónsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt til að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 7. dagskrárliður forsetakosninga 25. júní 2016 undir kjörstjórnir. Lagður fram listi með nöfnum 36 aðalmanna og 36 varamanna í undirkjörstjórn við forsetakosninga þann 25. júní næstkomandi. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt til að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. dagskrárliður forsetakosninga 25. júní. Lagt er til að bæjarlögmanni verði veitt heimild til að afgreiða athugasemdir við kjörskrá sem berast kunni og leiðrétta kjörskrá. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt til að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 9. dagskrárliðar kosning forseta skrifara bæjarstjóra til 1 árs 2016-2017. Þá er það fyrsti liður, númer 1, kosning forseta í bæjarstjórnar. Ritari mun dreifa atkvæðaseðlum fyrir bæjarfulltrúa til að rita á. Þá ætlum ég að lesa þetta upp. Ég ætla að biðja Sóley Björk Stefánsdóttur bæjarfulltrúa að vera vitni að þessu sem stendur hér. Og Ingibjörg Ólöf Ísaksen líka. Það er Matthías Rögnvaldsson. Það er Auður. Það er Matthías Rögnvaldsson. 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 Það er Auður. Það er Auður. Það er Matthías Rögnvaldsson. Það eru sem sagt 8 atkvæði og 3 auðir. Þá lýsi ég forseta Matthías Rögnvaldsson rétt kjörinn forsetabæjarstjórn til 1 árs. Þá er það annar liður kosning fyrsta varaforseta í bæjarstjórn. Ég bið ritara að dreifa atkvæðaseðlum.
teljum við atkvæðin. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Sóleyju Björk Stefánsdóttur að fara yfir þetta með mér og Ingibjörgu Ólöfu Ísaksen ritara. Það er Sigríður Huld Jónsdóttir. Það er Sigríður Huld. Það er Sigríður Huld. Það er Sigríður Huld. Það er Sigríður Huld Jónsdóttir. Það er Sigríður Huld. Það er Sigríður Huld. Það er Auður. Það er Auður. Það er Sigríður Huld Jónsdóttir. Og það er Sigríður Huld Jónsdóttir. Það er svona 9 atkvæði, Sigríður Huld Jónsdóttir og 2 auð. Þá lýsi ég forseti, ég, Sigríður Huld Jónsdóttir, rétt kjörin fyrsta varaforseti til 1 árs. Þá er það kosning annars varaforseta bæjarstjórnar, biðja ritara að dreifa kjörseðlum. Þá teljum við atkvæði. Ég ætla að biðja Sóleyju Björk Stefánsdóttur bæjarfulltrúa að fara yfir þetta með okkur og Ingibjörgu Ólöfu Ísaksen. Það er Gunnar Gíslason. 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 Auður. Og það er Gunnar Gíslason. Það er 10 atkvæði með talið með Gunnari Gíslasyni, bæjarfulltrúa, og 1 seðill er Auður. Þá er Gunnar Gíslason rétt kjörinn sem annar varaforseti til 1 árs. Fram hefur komið tillaga með nöfnum aðalmanna að Ingibjörg Ólöfu Ísaksen með kosning 2 skrifara í bæjarstjórn og 2 til vara. Fram hefur komið tillaga með nöfnum þessara aðalmanna að Ingibjörg Ólöfu Ísaksen og Preben Jón Pétursson verði aðalmenn og Silja Dögg Baldursdóttir og Sóley Björk Stefánsdóttir verði varamenn. Er einhverjir sem að vilja mótmæla því eða gera breytingar á? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu sem geta samþykkt af eins og gefið merki. Það er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Þá er það næst er það 10. liður, kosning bæjarráðs til 1 árs 2016-2017. Fram hefur komið listi með nöfnum þessara aðalmanna: Guðmundur Baldvin Guðmundsson formaður,
Logi Már Einarsson varaformaður, Matthías Rögnvaldsson, Gunnar Gíslason og Preben Jón Pétursson og Sóley Björk Stefánsdóttir áheyrnarfulltrúi og varamenn Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Sigríður Huld Jónsdóttir, Silja Dögg Baldursdóttir, Eva Hrund Einarsdóttir og Þorsteinn Hlynur Jónsson og Edvard Hýpins vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki hafa komið frem fleiri nöfn, einhver tillaga, móttillaga við þessu? Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt við sem skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður í dagskrá. Bæjarstjórnarfundur í júlí og ágúst lögðu fram eftirfarandi tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar 2016 í samræmi við 4. grein, 8. grein og 5. grein 32. grein samþykktur stjórn og fundarsköp. Akureyrarkaupstaður samþykkir bæjarstjórn Akureyrarkaupstaður samþykkir bæjarstjórn og að frá og með 1. júlí til 31. ágúst 2016 verður sumarleyfi bæjarstjórn ekki vera haldið fundir í bæjarstjórn á framgreindu tímabili nema þörf krefji eða þriðjungur bæjarfulltrúa krefjist þess. Jafnframt bæjarráð á þessum tíma heimilu fullnaðarafgreiðslu þeirra mála sem það telur nauðsynlegt að fái afgreiðslu og lög mæla ekki gegn fyrirgefðu. Þeir sem geta orðið laust, þeir sem geta samþykkt, vinsamlegast gefið merki. Þá er það 12. liður bæjarstjórn niðurfelling fundar. Forseti bæjarstjórnar leggur til að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar 21. júní verði felldur niður þar sem fyrirsjáanlegt er að engin aðkallandi mál liggi fyrir fundi og næsti fundur bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar verður því 7. september 2016 kl. 16. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir cirka ári þá kom ég upp og talaði að mér finnst sumarfrí langt í bæjarstjórn. Og það sem gerist á milli ára þá er það bara frekar lengt heldur en stytt með þessa tillögu. Ég hef fulla trú á því að bærinn sé ekki alveg sofnaður en þó að sé komið í júní og við höfum lengi rætt innanbúðar og bara almennt íslenska stjórnsýslu að hún eigi til að sofna yfir sumarið en það er bara ekki takt að mér finnst 3 mánuðir orðið fulllangt og bara allt og langt. 1/4 ársins ég bæjarstjórn í sumarfrí. Ég get að lofa ykkur því að ég er búinn að boða minnst 1 mál og ef það er vandamál með fundarefni þá er ekkert mál að búa til fína fund með nóga fundarefni. Og mér finnst þetta bara ekki eðlilegt í sjálfu sér að við ætlum að fara í sumarfrí frá 7. júní til 7. sept, slétta 3 mánuði. Þannig að ég mun greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst alveg sjálfsagt að ræða fyrirkomulag bæjarmála samþykktar og ef ég man rétt þá var hún samþykkt bara fyrir tæpa ári síðan og það hefði bara verið alveg æri tilefni Njáls bæjarfulltrúa að ræða við sína félaga og koma með tillögurnar þá en ekki núna, það er ekki hægt að gera. Hins vegar ætlaði ég í rauninni bara að koma hér upp til að mótmála þeim orðum sem að held ég að séu töluð á ógáti að bæjarstjórn sé að fara í frí. Það verður ekki bæjarstjórnarfundir en ég held að það dyljist engum að bæjarfulltrúar eru ekkert í fríi á sumrin. Við erum alveg vettvangur fyrir umræðu við íbúa bæjarins og fáum margvísleg erindi mörgum sinnum á viku og við munum að sjálfsögðu sinna þeim eins og við getum á meðan að við erum hér í bænum eða á landinu. Þannig að ég vildi bara koma því að það er ekki það að ræða, við leggjum bara niður blýantana og bækurnar okkar og hlustum ekki. Við erum að vinna en það falla niður bæjarstjórnarfundir og bæjarráð afgreiðir þá mál sem koma inn
þannig að stjórnsýslan leggst heldur ekki niður. En ég algjörlega opinn fyrir því að opna upp á gátt umræðu samþykktir bæjarins, en ég held að ég þó bara gera það á þeim vettvangi og koma með málið inn samkvæmt svona réttum farvegi. Ekki alltaf að gera einhverja andstöðu við þetta á hverju einasta ári þegar ekkert hægt að gera. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Fyrirgefið það bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson var búinn að biðja orðið. Forseti og bæjarfulltrúar, ég nú reynt að koma til að byrja öllum málum núna, ég samtökunni gleymist. Nei, þetta er allt í fínu. Ég get alveg tekið undir orð Njáls Trausta með þess að vissu leyti og þannig að það er ekki svolítið sendir þessi gripi núna, en það er rétt að það getur verið óheppilegt að bæjarstjórn skuli taka 3 mánaða sumarfrí. En sjálfsögðu er bæjarráð tekur yfir málið í bæjarstjórna, það er ekki þannig að bæjarráð sé fann frí. En það er ekki allir bæjarfulltrúar í bæjarráði. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem ekki í bæjarráði verða svolítið út undan í umræðinu oft á tíðum. Og það er alveg rétt með. Og mættum alveg taka það upp hvort við myndum þá bara halda fundinni kannski stópulli eða hvernig það er. Og það er, þannig að ég skil alveg sjónarmið og er bara sammálaði mörgu leyti, en ég mun greiða sammálaði þessari sumarloku núna þar sem við höfum ekkert farin eitt sérstaklega djúpt í þessa umræðu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi tekur næsti máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég bara ætla að taka undir minn Trausta að því leyti að ég held að sé nóg málum til að ræða, ég hef engar áhyggjur af því, við höfum ekkert um að ræða eftir 2 vikur, þannig ég greiði atkvæði með því að við fellum ekki niður næsta fund. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka bara undir mér bæjarfulltrúan Loga hérna varðandi það að talandi að sumarfrí 3 mánaða sumarfrí, ég veit nú ekki betur að bæjarráð taki yfir sem bæjarstjórn í júlí og ágúst og á þeim vettvangi þá í rauninni er það, ef það breytist sem form bæjarráðs að því leytinu til að þá er hægt að hleypa inn varamönnum inn í bæjarráð líkt og hefur verið með bæjarstjórn. Þannig að það er ekki þá bara þessi varamenn sem kjörnir eru hér á fundunum í dag sem geta haft seturétt í bæjarráði í júlí og ágúst, heldur geta þeir þá komið inn í þá vinnu og það hefur oft verið gert vegna þess að menn eru í sumarfríi á þessum tíma og þannig að það sem að bæjarfulltrúi Preben kom inn á að það væri ekki allir í bæjarstjórn, þá hefur það samt sem áður æxlast þannig að inn í bæjarráð hafa komið þá bæjarfulltrúar sem ekki hafa átt rétt á setu í bæjarráði hverju sinni, þannig að ég held að ég nú litlar áhyggjur af þessu, þannig að ég held að þetta sé nú hvað sem að hins vegar má alveg velta við sér hvort að þessi fundur, en hins vegar þá var, þegar við ræddum þetta á sínum tíma, þá lá engin mál fyrir. Það lá líka fyrir að það yrði töluvert af sumarfríum bæjarfulltrúa og svona menn veltu þessi fyrir sér hvort að það væri ástæða til þess að út frá því að halda, og það var ekkert aðkallandi mál eins og forseti hefur komið inn á, þannig að þess vegna var þessi tillaga til komin og ég styð hana. Ég held að það sé líka alltaf að taka upp umræðu þarna skuli sér bæjarmála samþykkt í bæjarins á réttum vettvangi, en þetta hefur verið hefðinni gegnum tíðina og þetta er svo sem ekki í fyrsta skipti sem að menn fella niður funda sumri í bæjarstjórn þegar engin aðkallandi mál eru liggja fyrir, þannig ég kem til með að styðja þessa tillögu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Samþykktir bæjarins segja að að fella niður fund þurfi það að vera samhljóða. Þannig að ef það er ekki allir sem eru tilbúnir að fella niður fundinn, þá er næsti fundur. Og það og já, ég ætla nú ekki að fara að lengja mál mitt hérna og gera einhverjar ræður. Þannig að þess að geta samþykkt að fella niður næsta fund, vissi það skefi merki.
þessa tillögu sem liggur fyrir? 6. Það skiptir engu máli, en það þarf samt að kjósa um þetta, það þarf að gera grein fyrir atkvæði sínu, sko. Já, þetta er bara gert svona og þeir sem eru á móti, það eru 3, það fellur niður, þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð því. Þá er það 13. dagskrárliður, innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Njáll Trausti Friðbertsson, D-lista, óskar eftir að tekið verið til umræða innanlandsflug sem almenningssamgöngur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði hérna eftir að taka upp umræðu innanlandsflugið sem almenningssamgöngur og ég hef raunlega lengi ætlað að gera það. Við höfum oft talað þessi mál hérna undir þessum svona sviptengdum málum, þá höfum oft minnst á þetta. Að á svona lengri leiðum á Íslandi þá er þetta raunlega við af það samgöngukerfi sem búum við, þá er þetta raunlega helstu almenningssamgöngur á lengri leiðum innanlands. Og oft talaðum þetta svona sama eins og umræðinu var þetta strætóin og nú hef ég ekki séð nýja tölur, séð tölfræði til dæmis það hvernig sú þróun hefur verið og í fjölda og annað, en við vitum og það getur vel verið að formaður Eyþings Logi Már bæjarfulltrúi geti frætt okkur eitthvað um það, en það sem að við vitum að það er mikill fjöldi sem að fer hérna með innanlandsfluginu og ferðast innanlands á lengri leiðum og í dag er þetta, ef maður fer hringinn, svo ég reyna að gleyma einhver, þá var það Bíldudalsflugvöllur, Ísafjörður, Akureyri, Húsavík, Egilsstaðir, Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjum sem tengist Reykjavík og út frá Akureyri er það Þórshavn, Vopnafjörður og Grímsey. Og við vitum líka að þegar að núverandi landssamgöngur með strætó hófust 2012 eða 2013 að það er ákveðnar niðurgreiðslur í því kerfi og við höfum rætt hérna en ætlaðum ekki að fara djúpt í það. En það sem maður er kannski að ræða hérna að ríkisvaldið og ríkisstjórn og þeir sem að ráða í þessu landi og kannski ætti að hafa Alþingi með í því, en hérna þetta er svona hvernig íslensk stjórnsýsla ætlar að taka á þessu, er að fara að skoða það að hvernig raunverulega er þetta að koma með samskona hætti eins og er gert með hérna strætó á þessu lengri leiðum með aðkomu þá ríkisins að niðurgreiðslum í fluginu, innanlandsflugi. Það hefur verið á síðustu vikum, þá hefur verið töluverð umræða, minnst og kosti hef ég tekið eftir á Austurlandi og í hérna, netmiðlinum austufrétt.is þá hafa einmitt birst 2 greinar á undanfarnum vikum þetta málefni og síðan veit ég til þess að fulltrúar byggðastofnunar og atvinnuþróunarfélaga vítt og breitt um landi fóru fyrir stuttu síðan í ferð til Skotlands og þar meðalans fengum við kynningar á svipuðum hlutum sem hvernig staðið á þessu á Skotlandi og svo ég ætla kannski rétt að rúlla í gegnum og það er einlega vinkillinn inn í þessu umræði. Þið munið kannski eftir að þessu kjörtímabili á Alþingi þá var skipunefnd að nú er þetta ríkisstjórn til að skoða skattheimtu og gjöld í sem sagt innanlandsfluginu og en niðurstaða þeirra nefndar var að gjöldin væru cirka 10–15% af kostnaði farmiðan og að meðaltali væri þetta kannski 1700 krónur sem að væri á fluglegg í innanlandsflugi í gegnum þá þessi gjöld og hérna skattheimtu sem að ríkið tæki til sín. Það er ekki mörg ár síðan töluvert af þessu gjöldum var tekin upp bara fyrir einhverju 4–5 árum kannski sem þau voru tekin upp.
Það sem eins og það var nýtt inn í þessar umræður raunverulega og opnaði svolítið nýja vinkil í málinu er grein Jónu Árnýjar Þórðardóttur, framkvæmdastjóra Austurbrúar, sem hún skrifaði semst í netmiðlinn austurfrétt.is fyrir nokkrum vikum fyrir cirka mánuð síðan, hvernig staðið að þessum málum í Skotlandi. Og greinin hjá henni hét innanlandsflug sem almennir samgöngur. Á Skotlandi síðan 2006 þá hafa menn verið með kerfi sem hefur verið samþykkt sem sagt að þá skoskum stjórnvöldum og Evrópusambandinu. Kerfi sem heitir það er ákveðin afsláttar áætlun sem heitir ATS, the Air Discount Scheme. Og ef ég vitna bara í þessa grein og endilega bendi bæjarfulltrúum kannski að lesa hana og mögulega einhverju að hlusta á út í bæ, og vitna með leyfi forseta í greininu þar sem að Jón Árni, framkvæmdastjóri Austurbrúar, segir: Áætlunin er á vegum skoskra stjórnvalda og nýlega var hún framlengd til ársins 2019, auk þess sem samþykkt af regluverki Evrópusambandsins, General Block Exemption Regulation. Markmið áætlunar er að gera verðlag flugsamgangna viðráðanlegt fyrir einangruð samfélög Skotlands, auka aðgengi íbúa þeirra að þjónustu sem á samfélagslegu þátttöku með því að veita 40–50% afslátt af grunnfargjaldi. Og það sem er sem sagt fleira sem er áhugavert við þetta umhverfi, þetta er svolítið nýr vinkill sem byggist á því að þeir sem eru skráðir inn í þetta kerfi, sem eru cirka 90.000 manns í Skotlandi, á þessu Highlands og Islands svæði, þetta er sem sagt sem er þá fólk sem býr töluvert frá þessu helstu og stærri borgum Skotlands og 90.000 manns, að þær kennitölur sem þetta fólk er með, þau er skráð inn í kerfið, að þau panta sér flugmiða hjá flugfélögunum og bara með ákveðnum kóða og síðan fær sín afslátt og síðan rukkar flugrekandinn þá þetta kerfi skoskra stjórnvalda þá þennan mismun eða það sem menn fá í raunverulega styrk með eða niðurgreiðslu. Það sem er áhugavert líka er að í þessu kerfi að það byggist fyrst og fremst á forgangur íbúanna sjálfra og að þeir eru það sem þetta snýr að, það er bara hinn almenni borgari á þessum landsvæðum. Og þá til dæmis kemur fram með leyfi forseta í þessari grein Jónu Árnýjar að farþegar sem eru að ferðast á viðskiptalegum grunni á vegum fyrirtækja, þeir komast ekki inn í þetta kerfi eða fá ekki ríkisstyrki. Farþegar sem ferðir sína endurgreiddar frá Tryggingastofnun, farþegar sem eru ekki með lögheimili á þessu skilgreindu svæðum, farþegar sem eru ekki með gilt afsláttarskírteini. Þetta er búið umræða sem er búin að vera mjög lengi á Íslandi og eins og ég segi, myndist á nefndina sem var skipuð fyrir einhverjum, í byrjun þessa kjörtíðinbils, þannig nú er þetta ríkisstjórn, og eins og ég segi, hún kom með sína niðurstöður upp á þessa 10–15. En það sem hefur aldrei farið fram á Íslandi er hvað er gert annars staðar og erlendis í öðrum löndum. Og þess vegna þótti mér þetta mjög áhugavert þessi nálgun sem kemur fram í grein framkvæmdastjóra Austurbrúar og þykir mjög áhugaverðar tillögur sem koma fram og finnst bara að við eigum að skoða þetta alvarlega. Og þetta þegar við erum að tala byggðamál og byggðaáætlun, þetta klárlega heima undir slíkum þáttum. Og þetta er raunlega hluti þetta kerfi að byggðaáætlun Skota, sem er bara svipað á byggðastofnun okkar. Á síðasta ári þá voru veittu samkvæmt þessum upplýsingum sem hafa fengið þessu máli, þá voru veittir 6,8 milljónir punda í verkefni. Það er ca. 1200 milljónir íslenskar. Auðvitað þyrfti að fara dýpra í raunlega hvað þetta þýðir á farmiða og allt sem að því snýr. En þetta er mjög áhugavert.
og þá líka áhugavert að fyrir austan á þessu netmiðli sem er náttúrulega á netinu, að þá svarar Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, skrifa grein sem er skóska leiðin í innanlandsflugi og segir þar í niðurlaginu í grein sinni: okkur hjá Flugfélagi Íslands finnst þetta áhugaverð leið sem Skotar hafa farið og myndu gjarnan vilja taka þátt í vinnu með stjórnvöldum til að skoða hvort þessi leið geti ekki verið fær til að lækka ferðakostnað enn frekar í innanlandsflugi. Og ég er persónulega handviss að Hörður Guðmundsson hjá Örnum hafi sömu nálgun þó ég hef ekki heyrt í Herði varðandi hans sjónarmið í þessu máli. Það hefur verið fjölgun í innanlandsfluginu á þessu ári hjá Flugfélagi Íslands og ég fékk þær upplýsingar í dag að það hefur fjölgað 4% á þessu ári og 6% tengt flugi frá Akureyri. Og þá erum við ekki að tala það er líka fjölgun á Íslendingum. Þetta er ekki bara erlendir ferðamenn sem að fjölga í innanlandsfluginu, það hefur verið fjölgun meðal Íslendinga í innanlandsfluginu. En við þekkjum þessu umræðu og hefur kannski, má segja, hún hafi verið meira áberandi austur á landi, það sem er mjög langar leiðir til Reykjavíkur og menn það þurfa kannski á góðum sumardegi 7-8 tíma, verðum ekki mikið fljótari að keyra til Reykjavíkur á Austurlandi en auðvitað mun lengur yfir veturinn. Og þetta er líka svona ýmislegt punktar inn í þetta að eins og innanlandsflug í dag á Íslandi þá er 60-70% þeirra sem eru farþegar í innanlandsflugi er almenningur. Þetta er ekki eins og oft sagt bara sveitarstjórnarmenn eða alþingismenn eða einhver pólitíkin á ferðinni eða starfsmenn sveitarfélagana. Uppistaðan er almenningur. Svo því sé alveg haldið til haga. Og 60-70% hef ég séð einhvern tíma tölur varðandi flugi milli Akureyrar og Reykjavíkur eru þá Norðlendingar og sirka 30% höfuðborgarbúar í þessu. Fyrir nokkrum árum þá skrifaði ég grein þessi mál og var að skoða, tók svolítið tíma að reyna að átta mig á hvernig fólk ferðast milli Akureyrar og Reykjavíkur. Og þegar ég skoðaði gögn sem ég fekk frá Vegagerðinni eða reiknaði upp úr gögnum á Vegagerðinni og síðan aftur frá Flugfélagi Íslands, þá kom í ljós í þeim gögnum og ég reyndi, það kom mér mjög óvart hvernig tölun litu út, þannig að ég reyndi að fá það til að segja mér að þetta geti ekki verið rétt það sem ég fekk út. Ég átti fyrirfram vona á kannski 15% af fólki sem var að fara milli Akureyrar og Reykjavíkur væri að fljúga á milli og restin var að keyra. Það sem kom hins vegar í ljós miðað við þessi gögn, og auðvitað getur hafa breyst með árunum, en hlutfallið var 42% í fluginu. Og það sem gerðist var eiginlega ennþá áhugaverðar inn í þessu umræðum þegar við erum að pæla í eftir mánuðum ársins var þetta svo breytilegt. Það kom náttúrulega í ljós og auðvitað gat maður gefið þessi einhver leyti að það yrði, en ég átti kannski ekki vonum að þetta væri svo afgerandi, er að yfir vetrarmánuðin, dimmustu og vetrarmánuði, og það er verstu veðurskilyrði og vetraraðstæður, það fóru fyrir 62-63% flaug á milli. Þetta er bara mjög áhugavert og þannig stóð þetta yfir háveturinn, en síðan yfir sumarið þegar gott er að keyra og góðar akstursskilyrði, að þá var þetta 20-25% sem flaug. Og það er bara, þetta er áhugavert og ég myndi nú gjarnan þess að ég trúi svo allar sem tölum ennþá sjálfur, þó ég hef reynt að fá menn til að rengja hvað í útreikningunum gat verið vitlaust. Vegna þess að þetta er náttúrulega gríðarlega áhugaverðar pælinga þegar við erum að pæla og skiptir náttúrulega miklu máli upp á svona framtíðarbyggð og styrkingu og á landsbyggðunum og líka í Eyjafirði, þessu vel tengt og mann geti ferðast auðveldum og þægilegum hætti. En þetta er faratómi greinilega í huga fólks yfir dimmustu og erfiðustu veðurfarsmánuði ársins. Þess vegna tel ég gríðarlega mikilvægt að það séu skapað þær forsendur til að styrkja byggðir vítt og breitt um landið og minnka einangrun fólks, að þetta sé skoðað. Það má skoða þetta á mjög mörgum sjónarhornum. Ætti mögulega bara að greiða þetta til þess að vetrarlagi
eða styrkja fólks eða eigana möguleika. Skotarnir skilst með síðan með allt árið í sínum kerfum. En það hægt að taka og ég held að það mér sem í sjálfsins ákveðum vonbrigði miðað við þessa nefnd sem var skipuð til að skoða skattheimtuna að það hefði aldrei komið upp í umræðu í Íslandi að skoða þetta út frá þessum forsendum eins og við verðum að gera bara í næsta nágrenni okkur Skotlandi. Hjá okkur bara þjóð sem stendur með okkur mjög nálægt. Þannig að þetta svona hlutur sem ég hafi lengi hugsað mér að ræða hérna varandi bara einhver megin innanlandsflugi og hvernig við myndum styrkja eða auka eða aðgengi fólks að þessu kerfi sem innanlandskerfið flugið. En mér þótti mjög áhugavert það sem kemur fram í þessu skrifum framkvæmdastjóra Austurbrúar. Og til þetta vera raunverulega alveg nýja vinkil á þeirri umræðu sem við verið með hingað til hér á landi. Ég ætla ekki að lengja þetta meira en ég langar hérna í lokin þá að leggja fram eftirfarandi bókun og vonandi verður hún samþykkt að bæjarstjórn Akureyrar skora á ríkisstjórn Íslands að taka til skoðunar niðurgreiðslu og jöfnunarkerfi í innanlandsflugi. Í þessu sambandi bent á leið sem farin hefur verið í Skotlandi til að koma til móts við íbúa sem treysta á flugsamgöngur á strjálbýlli svæðum landsins. Þessi leið sem gengur undir nafninu Air Discount Scheme for the Highlands and Islands veitir íbúum með lögheimili á ákveðnum svæðum rétt til 50% afsláttar af fargjöldum hjá flugfélögunum sem taka þátt í verkefninu. Mér finnst, þetta stuttur texti í sjálfu sér og hugmyndin með orða þetta bara segja frá verkefninu bara að vekja athygli á þessu verkefni sem þarna í gangi sem mér finnst vera mjög mikilvægt og ég held að ætti að fara með þá sterkari hætti inn í þá umræðu sem byggðamál á Íslandi og styrkingu byggða vítt og breitt úr landi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta áhugavert mál, Njáll, ég get alveg tekið undir það. Svona velti fyrir mig okkur að bæjarstjórnina, það líka gott að ræða innanlandsflugið, ég sammála því og við alveg getum komið ályktari til ríkisstjórnarinnar eða til þings ýmisleg mál, sammála því. Það ýmislegt önnur mál ef við erum að tala byggðastefnu. Við sem Akureyringar, við erum að horfa upp á það trekk í trekk að það engin byggðastefna í landinu gagnvart Norðurslandi. Við vitum það alveg og við getum alveg ályktað það að fá almennilega byggðastefnu. Ég ekkert endilega vissum að við ættum að fara niðurgreiða til að flug til flugfélag Íslands, en ég get alveg tekið það fullt áhugaverðu hugmyndum í þessu. Ég veit að innanlandsflug í Skandinavíu miklu dýrara heldur en á Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Auðvitað og ég ætla alls ekki að tala innanlandsflugið upp í verðlagningu, en þeir fóru líka áhugaverðar leiðir í byggðastefnumálum. Þeir eru með skattaafslátt eftir búsetu og fólk svo sem ræður í sjálf hvort að við borga það í flug eða eitthvað annað. Og ég held nú oft á tíðum, á þess að ég ætla að gera lítur innanlandsfluginu, ég held nú innanlandsflugið hafa oft líka staðið okkur svolítið fyrir þrifum, fyrir almennilegri byggðastefnu í landinu, það bara ætlast til þess að við fljúgum suður. Það nú svolítið gaman að segja að það var enn erfiðara að fljúga til Reykjavíkur, hvort við værum ekki með sterkara sjúkrahús og sterkari þjónustu í bænum og værum svolítið nægjusamari, ég veit það ekki. Ég gaman að því. Mér finnst það áhugaverðar hugmyndir. Nú, ég heyrði Njáli Trausta í morgun í útvarpinu tala flughlaðið, það var góð vel og við haldum áfram að berjast í því það styrkir innanlandsflugið líka. Við vitum að það fjórföldun á flugvöllum trafík til Keflavíkur á síðustu 5 árum. Það ekkert verið gert fyrir varaflugvöllina. Og Akureyrarflugvöllur engin sérstakur varaflugvöllur í dag með það þjónustustig sem það veitt í augnablikinu. Og ég sé nú kannski ekki hæfasti maður til að tala það. Nú, við getum líka að tala bensínverð. Þú talar skatta og við tölum skatta sem álög sem setta á gjöldin. Flugvélabensín miklu dýrara út á landi.
Það bara auka skattur sem settur á landsbyggðina. Það munar sumum föllum bara mörgum prósentum. Þannig að ég alveg sammála, við höfum ályktað byggðastefnu og koma góðri byggðastefnu á og ég held að innanlandsflugi skiptir náttúrulega Austfirðingana margfalt meira máli heldur en til Akureyringana. Ég held að fyrir Akureyri skiptir meira máli að fá betri vegsamgöngur, Svínavatnaleið, styttingu í gegnum Varmahlíð, brúna. Ég held að það sé gríðarlegt hagsmunamál fyrir Akureyri. Ég held að það sé líka hagsmunamál fyrir Akureyri að ef við hugsaum ferðaþjónustu og aukning ferðamanna til Akureyri að það sé sami flugvöllur, innanlandsflug og millilandaflug. Hvort sem við gerum það hérna frá Akureyri eða hvað. En umræðan góð og spennandi og ég held að gaman að taka hann upp annars staðar líka. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þarf líklega ekki að sannfæra þennan hópu mikilvæga innanlandsflugsins fyrir Íslendinga alla og þá meina ég fyrir alla Íslendinga. Og lengi höfum við glímt við þann vanda að þessi helsti almenningssamgöngumáti okkar hefur átt undir högg að sækja og það hefur verið sótt að okkur úr mörgum áttum. Og þess vegna alls ekki úr vegi að skoða hvernig nágrannar okkar hafa hagað þessum málum. Og nú búið að benda á algjörlega nýjan vinkil og búið að benda á hvernig þetta framkvæmt í Skotlandi. Og þetta mjög áhugavert, þetta kerfi. ADS-kerfi Discount Scheme, eins og það kallaði í Skotlandi og þetta niðurgreiðsluverkefni. Og þar sem að afsláttur veittur alltaf 50%, eða af 50%, það búið að hækka afsláttur nýlega úr 40% í 50%, þetta hefur gengið mjög vel. Og sem að afsláttur á grunn fargjöld flugfélag. Þetta afsláttur sem til einstaklinga. Og ég vil leiðrétta bæjarfulltrúa Preben með það að þetta ekki til flugfélag. Þessi afsláttur kemur beint til einstaklinga sem búa á ákveðnum stöðum í skosku hálöndunum og eyjunum og til ákveðina þéttbýlisstaða, skilgreindra, sem Inverness, Aberdeen, Bergen, Glasgow og Edinborg. Þannig að þetta í sjálfu sér lokakerfi mjög skýrt afmarkað sem að virkar mjög vel og þannig virkar vel svona kerfi. Ég ætla ekki að fara að kannski að þylja upp þeir sem ekki njóta þessa kerfis, Njáll Trausti fór ágætlega yfir það áðan, en samt sem áður fyrir þá sem ekki inni í þessu afsláttarkerfi, að þá eru þeir samt að njóta þess. Þetta verkefni skilar ábata fyrir þá sem ekki inni í þessu, flugáætlanir eru tíðari, nýting flugleiða betri og það jafnvel samkeppni á sumum leiðunum. Þannig að þetta örvar allt kerfið og þetta skilar sér síðan allt í betri þjónustu og hagstæðara verði fyrir alla íbúa, fyrirtæki, stofnanir og svæði. Þess vegna það svo mikilvægt að mínu mati að íslensk stjórnvöld skoði þessa leið mjög vel. Ég satt fund hjá þessu ágæta ráði í þar síðustu viku og þar komu fram mjög margar áhugaverðar tölur. Það aðeins smá mismunur hjá okkur Njáll Trausta, þetta eru sem sagt 72.000 meðlimir sem inni í þessu kerfi og maður þarf að skrá sig inn í þetta bara virkar eins og flugkort. Og eins og hér kom fram á hann, þetta eru 6,7 milljón punda eða 1,2 milljarðar. Ef við heimfærum þetta á íslenskan veruleika að þá eru þetta 1,2 milljarðar en Skotland ju 16 sinnum stærra. Að meðaltali þetta 16.700 krónur á hvern aðila í kerfinu. Þannig að miðað við það þá ættu að vera 4.500 Íslendingar miðað við sama hlutfall. Og þá kostnaður við þetta 75 milljónir sem ótrúlega lág tala. Ef þetta væri tvöföldun þá þetta 150 milljónir. Þannig að til þess að koma á fót svona öflugu kerfi sem að getur skilað mjög miklu fyrir mjög marga flugvella á landinu að þá finnst mér þetta alveg engar áhugaverð nálgun. Og miðað við þessa tölur, við erum að tala
eitthvað 100-200 milljónir í þetta kerfi og berum það síðan, og þetta er beinlínis á ákveðna skilgreinda íbúa í ákveðnu skilgreindum tilgangi, að bera það síðan saman við niðurgreiðslurnar hjá Strætó og BS sem eru margfalt hærri, sem allir njóta og þar er jafnt verið að borga niður fyrir Íslendinga og útlendinga. Þannig að þegar við stillum þessu upp svona saman, að þá er engin spurning að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða vel og þess vegna styð ég heils hugar þessa bókun sem að bæjarfulltrúinn Njáll Trausti er komin hérna fram með og ég vona við samþykkjum hér samhljóða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þess að enginn hefur hvatt til hljóðs, þá göngum til atkvæðagreiðslu stuðning við þessa bókun sem hefur verið lögð hér fram, sem geta stutt það eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 14. dagskrárliður starfsáætlun stefnuræða nefnda 2016, umhverfisnefnd. Það er Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar, gerir grein fyrir starfsáætlun nefndarinnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir ári síðan, þegar ég flutti stefnuræðuna, þá fannst mér tilvalið að lesa upp textabrót og lagið Gaia eftir Amma Badama, þar sem áherslan var á við hugsun vel móður jörð, því við ættum bara eina. Mér fannst því ekki annað hægt en að halda uppteknum hætti og byrja stefnuræðina á einhverjum fallegum texta og langa með því, með leyfi forseta, að fara með stutt ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Ó þú jörð sem er yndi þúsunda, blessu jörð sem ber blómstafi grunda, sárt er að þú sekkur undir mér. Hef ég mig frá þér hér og hníð til þín aftur, mold sem mann sem sér, maggja við skaftur, sárt er að þú sekkur undir mér. Þetta ljóð er nærri 200 ára gamalt og vísar í þá falli jörð sem við búum á, en sárt sé að jörðin okkar sé að sökkva undan okkur. Nauðsynlegt er að umhverfismálin sé í stöðugur umræðu og við séum alltaf á tánum því við eigum jú bara eina jörð og öllu máli skiptir hvernig við ætlum að okkur að ganga hana. Umhverfismál eru því gífurlega mikilvægur málaflokkur og skiptir miklu máli að við förum saman og séum samtaka í þeirri vegferð að hugsa vel móður jörð. Þá er umhverfismálum sem snúa að okkur. Til umhverfismála árið 2015, málaflokks 111, var varið 261 milljón króna í rekstur auk 100 milljón króna í sérstakt umhverfisátak. Tekjur af málaflokknum voru tæpar 5 milljón krónur. Listagarðurinn var rekinn með hefðbundum hætti á síðasta ári og ýmsir viðburðir voru í garðinum, svo sem leiksýningar, hluti dagskrár 17. júní og Akureyrarvöku ásamt dagskrá í tilefni 100 ára kosningaafmælis kvenna. Akureyrarbær sá alfarið viðhald og umhirðu grænna svæða, svo sem sáningar, grasslátt, gróðursetningar og trjá- og runnaklippingar á árinu og gekk það mjög vel. Bæði á Akureyri og í Hrísey var baráttunni haldið áfram við að hefta útbreiðslu skógakerfils og lúpínu. En alveg ljóst að mjög erfitt verður að útrýma þeim ef ekki verður farið í markvissar aðgerðir og auki fjármagn sett í verkefnið. Vert er að geta þess að Tröllakvönn, öðru nafni Bjarnakló, er einnig mjög ágeng og auki hættuleg planta sem þyrfti að útrýma, en samkvæmt úttekt Náttúrufræðistofnunar fannst plantan á 100 staða í bæjarlandinu. Í ræktunarstöð bæjarins voru ræktuð í fyrra 43.000 sumarblóm sem gróðursett voru víðsvegar bæjarlandið, en mest áherslan er á miðbæjarsvæðið. Þá voru í ræktunarstöðurinnar ræktaðar bæði trjá- og runnaplöntur af ýmsum tegundum til útplöntunar í bæjarlandið ásamt 35.000 skógaplantna sem plantað var í græna trefilinn norðan Glerár. Í fyrrasumar var haldið upp á að fyrir 35 árum voru kaflaskipti í sögu vestrænna þjóða. Í fyrsta skipti var kona kosin þjóðarleiðtogi í vestrænu ríki. Vigdís Finnbogadóttir var einstakur forseti, hjartahlý og umhyggjan geislaði af henni hvert sem hún fór. Hún er gríðarleg fyrirmynd fyrir konur og stúlkur á Íslandi eða reyndar í allri Evrópu. Eitt af ástríðum Vigdísar var skógrækt og var hún dugleg að setja henni í tré þar sem hún kom í heimsókn. Því var það vel við hæfi að í kvenfélagsreitnum sem kvenfélagskonu byggðu upp og gróðursettu þar tré og sinntu garðinum til ársins 1972 en afhentu þær trjágarðinn þá til Akureyrarbæ,
að þar er plantað niður trjám í tilefni dagsins. 3 birkitrjám var plantað niður af yrkjunni Emblu. 1 fyrir strák, 1 fyrir stúlku og 1 tré fyrir komandi kynslóðir líkt og Vigdís gerði í sínum heimsóknum. Matjurtagarðar voru líkt og undanfarin ár starfsræktir í tengslum við ræktunarstöðina og var aðsókn bæjarbúa í Garðland en það mikil að ekki var hægt að verða við óskum allra. Af því sem komið er af árinu 2016 hefur aðsókn þó farið dvínandi. Einnig er íbúum Hríseyjar og Grímseyjar boðið upp á matjurtagarða og er ásókn í þá góð. Rekstur opinna leiksvæða og boltavalla var með hefðbundnu sniði og í fyrra. Og rekstrarskoðanir framkvæmdar reglulega ásamt aðalskoðun sem framkvæmd var í fyrsta skipti og var gerð af óháðum aðila. Niðurstaða aðalskoðunar sýnir að Akureyrarbær stendur sig vel í viðhaldi og eftirliti með leiksvæðum. Vinnuskólinn og sumarvinna með stuðningi var rekið með sama sniði árið 2015 eins og árið áður. Úrlingar á aldrinum 14 til 16 ára voru 481 talsins sem er svipað fjöldu árið áður. Fræðsla úrlinganna nam það bil 16% af heildarvinnutíma þeirra. Sumarvinna með stuðningi var einnig rekið með sama sniði árið 2015 eins og árið áður og mættu til starfa 60 einstaklingar sem er töluverð fækkun frá árinu áður, en þá voru 89 einstaklingar í sumarvinnu. Rekstur meindýra og dýraeftirlits var hefðbundinn, en það annast eftirlit og skráningu hunda og katta. Dýraeftirlitið annast ennfremur vöktun og eyðingu á rottum, varfugli, ref, mink og kanínum. Til umhverfismála heyra jarðeignir og búfjáreftirlit sem annast leigulönd bæjarins ásamt fjallgirðingu, landmerkjagirðingu, fjallskilum og vörnum gegn riðu. Í málaflokknum jarðeignir er haldið utan útgáfu búfjárlega og leigu beitarlanda. Verkefni umhverfisátaks voru mjög fjölbreytt líkt og undanfarin ár. Hverfisnefndirnar og hverfisráðin fengu 2 milljónir króna úthlutað og var þessum fjármunum ráðstafað til hinna ýmsu verkefna, svo sem uppsetningu frisbygolfvallar, útplöntun trjá og runnaplantna, merkingar eldri húsa, kaup og uppsetningu á svokölluðum æslabelski í Hrísey, grillaðstöðu, útikennslustofu, stígagerðar, kaup á götugögnum, útileiktekja, lýsingu í brekku sem ætluðu til útivistar og fleira. Meðal annarra verkefni umhverfisátaksins var að ljúka endurgerð leiksvæðanna við Suðurbyggðavöll og Kambsmýravöll. Útplöntun í græna trefilinn var haldið áfram á haustdögum 2015 og gekk það verkefni vel, en óhjákvæmilega verður að fækka beitalöndum norðan Glerár enn meira svo skógaræktin nái fram að ganga. Rusladöllum og bekkjum var fjölgað í bæjarlandinu og verður því verkefni haldið áfram. Nýtt og glæsilt grillhús var reist við Birkivöll í Kjarnaskógi og þar einnig nýtt leiksvæði með róli fyrir fatlaða og góðu aðgengi. Bifreiðastæði í tengsli við það svæði, strand Blakfellana og vörundurhúsi var einnig klárað. Verið var að breyta deiliskipulagi Kjarnaskógar til að koma fyrir salernisaðstöðu í tengsli við Blakfellana og grill- og leiksvæðið við Birkivöll. Nú í ár verður steinagerðisvöllur endurgerður, grillhúsi gamla. Þá var unnið að gerð hjólreiðaslóða frá Hlíðarfjalli til Kjarnaskógar og mun því verkefni ljúka 2016. 50 milljónum krónum af fjármagninu sem veitt var til umhverfisverkefnisins árið 2015 fóru í framkvæmdir við stíginn meðfram Drottningarbrautinni. Framkvæmdir við fyrirhugaða brú sem reisa átti við stíginn á þessu ári ganga ekki eftir þar sem brýnni verkefni er í forgangi. Búið er að setja við stíginn 2 báta, bekki, lýsingu og falleg beð. Drottningarbrautastígurinn sem nú hefur þegar svo sannarlega sannað sig sem góð viðbót við útivistarmöguleika okkar bæjarbúa og gesta. Frá 14. apríl til 15. maí voru taldir 5.079 gangandi vegfarendur á Drottningarbrautastígnum og er þessi tala líklega hærri þar sem margir ganga hlið við hlið. Friðunarferli í Glerárdal sem fólkvang lauk loks í gær, þegar umhverfisráðherra skrifaði undir friðlýsinguna með athöfn sem fór fram að skíðaskálanum í Hlíðarfjalli. Vinnuhópur var settur á stað á 150 ára afmæli Akureyrar árið 2012 og vann að friðlýsingu Glerárdals. Ég vil þakka öllum þeim sem sátu í stýrihópnum fyrir þeirra framlag ásamt öllum starfsmönnum og hagsmunaaðilum. Ég vil óska okkur til hamingju með þennan glæsilega fólkvang. Krossanesborgir eru einnig í góðu standi og eru stöðugt unnið að viðhaldi við stíga og merkingar svæðisins. Búið er að koma fyrir teljar á svæðinu og fyrstu tölur 14. til 24. apríl eru að 752 hafa heimsótt svæðið frá nýju aðkomunni og sína töluverða umferð svæðið og það má einnig sjá á þeim fjölda sem skrifar í gestabók sem staðsettir í fuglaskoðunarhúsinu.
Farið var í sérstakt hreinsunátak í bænum í samstarfi með heilbrigðiseftirlitinu og var samþykkt auka fjármagn í viðauka í það. Í fyrra var kostnaður 2,5 milljónir krónar en settar voru 3 milljónir krónur í átakið og áætlað er að verja 2 milljónir krónum í ár. Fjármununum var ráðstafað sérstaklega til þess að halda bænum hreinum og án óæskilegra hluta, svo sem bílaflaka og fleira. Verkefni hefur gengið vel en ljóst að það verður að halda því áfram. Erfitt er að segja til nákvæmt svifryksmagn hér í bæjarlandinu, þar sem mælar Umhverfisstofnunar hafi mikið verið að bila og aldrei náð einu heilu ári samfleytt í mælingum. Þess vegna er erfitt að fulllæra loftgæði hér, en það þarf samt enga mæla til að sjá loftgæðin hér á Akureyri er ekki viðunandi. Upp á síðkasti hefur borið á því að mæligildi stemma ekki við raunveruleg svifryk í loftinu og kom þá í ljós að mælir var enn á 8 bílagur og lítið að marka þær upplýsingar sem komi hafin á heimasíðu bæjarins. Nauðsynlegt er fyrir bæjarfélagi að þessi þjónustu Umhverfisstofnunar sé áreiðanleg fyrir íbúa og gesti Akureyrar og velti ég því upp hvort ekki sé öruggara að Akureyrar bara jafnvel eigi svifryksmæli sem virkar vel og gefur okkur rétta mynd af stöðu mála í bænum. Þannig er hægt að skoða töluleg gögn og gera okkur mælileg markmið til framtíðar í loftgæðamálum þegar kemur að svifryki. Vinna við gerð loftslags- og loftgæðastefnu er komin ágætlega á veg hjá okkur og mun svo vinna halda áfram. Hreinsun gatna fór óvenju snemma af stað í ár þar sem vorið kom óvenju snemma og bræddi snjó af götum þannig að hægt var að fara í það að sópa hálkuvarnarefni sem mikið var eftir veturinn af götum bæris og augljóst var hversu mikið svifryk var í loftinu sökum þess. Umhverfisnefnd hefur rætt hvaða möguleikar eru á notkun hálkuvarnarefna í bænum og hvort ekki sé rétt að grípa til annarra ráða en notaðir eru í dag. Örlítið hefur dregist úr því magni af almennu heimilsorpi sem fyrir urðun á Sölvabakka árið 2015 og voru það rúmlega 129 tonn á mánuði og dróst saman 3 tonn. Endurvinnsluefni af grenndarstöðunum hafa aukist lítillega milli áranna og voru rétt 66 tonn að meðaltali á mánuði árið 2015 en voru 64 tonn árið 2014. Lífrænn úrgangur sem fer til jarðgerðar í moltu er mjög svipar milli ára eða 63 tonn að meðaltali á mánuði. Kostnaður við sorphreinsun, gámavöll og sorpeyðingu var samanlagt 277,3 milljónir króna en áætlun fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir að tekjur vegna sorphreinsunar og förgunargjalda yrðu 279 milljónir. Gjöld stóðu því í fyrsta skipti undir kostnaði. Sorphirðugjöld á hverja fasteign árið 2015 voru 37.200 en þetta var talsverð hækkun frá árinu undan og var gerð með þeim tilgangi að ná tökum á eyðingarkostnaði og úrgangi sem til féll á gámavilli bæjarins og auka endurvinnslu en til gamans má geta þess að sorphirðugjöldin lækkuðu örlítið núna í ár. Á síðasta ári var farið í miklar endurbætur á gámavillinu meðal annars með stækkun svæðisins, breytingar gerðir að aðkomu svæðisins til að auðvelda umferðarflæði og í júní voru tekin í notkun svokölluð klippikort sem voru send til eiganda fasteigna Akureyrarbæjar. Framvísa þarf klippikortinu við komu gámasvæðisins þó svo ekki sé af því klippt nema fyrir losun á gjaldskyldu efni. Áramót var hægt að nálgast ný klippikort en eldri kort gilda þá áfram. Gerðar voru breytingar á hvernig íbúar fengu klippikortin í hendurnar en áður höfðu klippikortin verið send til eiganda fasteigna Akureyrarbæjar með misgóðum árangri. Í ár ákvað við að íbúar þyrftu að sjá sjálfir að koma niður í ráðhús til að nálgast þau og hefur svo ákvörðun reynst vel. Ákveðið var að breyta ekki klippikortinu þar að klippikortið yrði áfram samtals 4 rúmmetrar. Miðað við ásókn í ný kort er ljóst að margir eiga enn eftir klipp á sínum kortum. Þessar breytingar hafa gengið vonum framar og virðast íbúar ánægðir með nýja fyrirkomulagið. Kostnaður við eyðingu úrgangs af gámavilli hefur lækkað 25%. Þess ber þó að þakka bæði íbúum og starfsfólki gámasvæðisins fyrir hversu vel tókst og þó sérstaklega fyrir hjálpina, samstarfið og árangurinn. En án samvinnu allra hefði þetta ekki tekið svona vel upp. Ekki tókst að fara í endurbætur á gámavillum í Hrísey og Grímsey eins og til stóð síðast ári. Fyrirhugað er að fara í gang með framkvæmdu endurvinnslustöð í Grímsey nú í þessu mánuði og verður henni væntanlega lokið fljótlega nú í sumar. Hvað varðar Hrísey þá var upphafleg hugmynd að sameina 4 starfsemar undir eitt þak og þar eru þó gert ráð fyrir endurvinnslustöð í því húsi. Á aðalfundi Hverfisás þá sýnist öllu að það séu hverfandi líkur á að þetta verði lausnin og að væntanlega verði moltuhúsinu Jóru breytt í endurvinnslustöð.
Í kjölfari hefur verið farið í kynningarátak með því fyrir markmiði að auka og skerpa flokkuna. Ákveðið var að fá N4 í þessa vinnu og þá í samvinnu með moltu og flokkun. Farið var að útbúa skjáauglýsingar, myndbönd, auglýsingar í blöðin og er þessi vinna enn í gangi. Eitt stærsta verkefni sem við erum í gangi núna er vinna með umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Í dag eru hagsmunaaðilinn að klára umsagnaferli og mun á næstu vikum fara í umsagnaferli til nefnda. Áætlað er að stefnan verði tilbúin í haust. Stofnað var starfshópur og skipaðir voru 2 fulltrúar frá skipulagsnefnd, 2 fulltrúar frá framkvæmdaráði og 2 fulltrúar frá umhverfisnefnd. Og af þessum 6 fulltrúum þá er 1 fulltrúi frá hverjum flokki sem situr í honum. Fyrsti fundur hópsins var 20. október á síðasta ári og hafa verið haldnir 7 fundir. Mikill einhugur hefur verið í nefndinni og hefur hópurinn unnið vel saman. Stefnan tekur á loftgæðamálum, endurlítanlegum orkugjöfum, grænum svæðum, opnum svæðum, útivistarsvæðum, strandsvæði, endurvinnslu, upplýsingagjöf, fræðslu, samgöngum, bæði vélknúnum, hjólreiðum, almenningssamgöngum og gangandi vegfarendum. Megin markmið stefnunar er að stuðla áframhaldandi góðu starfi á þeim stöðum sem vel standa sem og leggja grunn að þeim nýju verkefnum sem kalla eftir athygli hverju sinni. Samgönguvikan var haldin síðasta haust í 4. skipti hér á Akureyri. Samgönguvikan hefur stækkað með hverju ári sem við byrjum og stendur hún yfir í tæpa viku. Dagur íslenska náttúru og alþjóðlegi bíllausi dagurinn samtvinnast inn í samgönguvikuna. Margir viðburðir voru í boði nú síðast eins og göngu- og fræðsluferð Óshólma, Eyjafjarðarár og fólkvanginn í Krossanesborgum, stæðæði, hjólaferð fjölskylduna sem enda á Ráðhústorgi með grilli og ýmsum kynningum á vistvænum ökutækjum og hjólum. Ljósmyndasýning með veglegum vinningum og haldið var hjólreiðamót fyrir börnin. Hjólreiðafélag Akureyrar kom mikið inn í vikuna hjá okkur og skipulegði meðal annars hjólalesti frá grunnskólum bæjarins inn á Ráðhústorg og hjólreiðamóti fyrir börnin. Tekna voru í notkun hjólreiðastandar sem umhverfisnefnd lét útbúa og settir í miðbæinn ásamt viðgerðarstand fyrir reiðhjól. Frábær viðbót fyrir hjólreiðamenningu bæjarins. Samgönguvikan verður haldin aftur í haust með svipum hætti og áður hefur verið gert. Loftslagsráðstefna Vinabæjar Akureyrar er haldin ár hvert og í fyrra var hún haldin í Rannisdanmörku 27. til 29. maí. Í ár svo komið að okkur að halda ráðstefnuna. En fyrra komum við með hugmynd að þema ráðstefnuna væri CO2 neutral, how do we do it? Með það þema að leiðarljósi verður ráðstefnan skipulögð og mun hún verða haldin í byrjun október á þessu ári. Á ráðstefnunni verður einnig tekið fyrir með framhald þessara samvinnu en þetta er í annað sinn sem hún er haldin hér frá því að samstarfið byrjaði árið 2007. Mikið og metnaðarfullt starf hefur átt sér stað á þessum Vinabæjar ráðstefnum og samvinnan, upplýsingarnar og hugmyndavinnan skila okkur mörgu. Eins og fram hefur komið hér, það er margt að vera í umhverfismálum og óhætt að segja að þessi málaflokkur eigi bara eftir að vaxa og mikilvægt er að við hlúum vel á honum fyrir komandi kynslóðir. Takk fyrir. Takk fyrir Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar hefur lokið máli sinni, orðið er laust. Valdimar Valdimarsson, bæjarfulltrúi, biður um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að sama tilefni fyrir ári undir stefnuræðu formanns umhverfisnefndar þá gerði ég söfnun endurvinnsluefna að umtalsefni og eins og Kató gamli forðum þá vil ég endurtaka þá hvatningu sem ég flutti þá. Einnig þeirra skoðanir að þeirra núverandi flokkunarkerfi var sett upp og ákvörðun tekin grenndarstöðvar í stað endurvinnslutunni við hvert heimili að sú ákvörðun hafi verið mistök. Ég vil þess vegna hvetja aftur til þess að þegar núverandi samningi lýkur og við væntanlega semjum framhaldið að þá verði grenndarstöðvarnar lagðar niður og samið endurvinnslutunni við hvert hús eins og með annað heimilissorp. Núverandi kerfi er að mínum mati vont. Það er vont fyrir fólk sem til dæmis vil kjósa sér bíllausan lífsmáta. Þetta er vont kerfi fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir eða aldraðir. Og í raun og veru þrátt fyrir að það eigi að vera í göngufæri á alla grenndarstöðvar að þá er samt sem áður framkvæmdin svo að það er vonlaust að vinna við þetta kerfi nema að vera með bíl. Og það er svo sem til kapítalísk lausn á þessu
og hvað sem þið trúið ekki að þá ég bara alls ekki hrifinn af henni, að það að einstaklingar geta keypt sér þessa þjónustu, þeir sem vilja og geta, en hún dýr. Þess vegna held ég að þessi þjónusta sé betur veitt á ódýrari hátt og áhrifaríkari á samfélagslegum grunni fyrir bæinn allan, og þá held ég að við munum taka stórt framfaraskref. En í heildina að þá getum við Akureyringar verið bara býsna stoltir af hvernig við framkvæmum þennan málaflokk. Eins og glöggt má heyra af mjög góðri skýrslu Dagbjartar Pálsdóttur, formanns umhverfisnefndar, sem ég vil þakka kærlega fyrir, og mjög góð. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, örstutt. Ég ætla að byrja á því að þakka Dagbjörtu fyrir mjög gott yfirlit og hún gerði náttúrulega nokkuð greinagóða lýsingu á starfseminu á árinu. Ég hér bara til þess að minna rétt á það að Akureyrarbær að taka í rauninni forystu í umhverfismálum og við megum ekki gleyma aðkomu Vistorku að því og öllum þeim fjölmörgu verkefnum sem á hennar snærum. Og það væri alveg efni í eina heila umræðu að ræða kannski málefni Vistorku svona einhvern tímann í framtíðinni. En ég vil líka taka undir með Baldvini. Mér hefði fundist að við ættum að skoða leið A eins og hún hét þá, að vera með endurvinnslutunnur. Sjálfur ég með svoleiðis fyrirbæri og borga fyrir það 1000 kall á mánuði eitthvað. Það ekki allir sem að geta það. Og ég býst við að hin leiðin yrði eitthvað aðeins ódýrari fyrir hvern og einn. Þannig að ég hvet til þess að við skoðum það vel. Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir þakkir til Dagbjartar Pálsdóttur fyrir greinagóða yfirferð á málum sem að heyra undir umhverfisnefnd og ég tek sömuleiðis undir sársaukann sem hún lýsir í gegnum ljóð Jónasar að sárt sé að horfa á jörðina sökkva undir sér af því að það sárt og ég bara svona velti fyrir mér hvort að það að hvort við séum að ræða það sem skiptir máli. Við erum að tala um listigarðinn, við erum að tala um fegurð bæjarins, ágengategundir, leiksvæði, vinnuskóla, dýraeftirlit, leigulönd bæjarins, grillhús, hjólreiðaslóða, stígalagningu, útivist og bílflög. Við erum auðvitað líka að ræða svifryk og græna trefilinn og aukna flokkun og samgöngumál. Sumt af þessu finnst mér bara ég myndi gjarnan vilja fókusa umræðuna annað. Ég myndi gjarnan vilja að við tölum hvað ætlum við að gera í þessu með svifrykið. Hvernig planið með græna trefilinn? Erum við með einhver markmið í til dæmis að vera kolefnislaus bær? Það hefur heyrst eins og bæjarfulltrúi Logi benti á það nú búið að stofna fyrirtæki sem á að taka þeim málum, en þetta umræða sem þarf að koma hingað inn finnst mér undir umræðum umhverfismál. Ég sakna þess að við séum ekki að tala að vinna gegn plastnotkun. Við sitjum á bæjarstjórnarfundi og drekkum gos úr hálfslíters plastflöskum. Og meðan við tölum að vera hversu leiðilegt að sé að sjá jörðina sökkva undir sér. Hér höfum við fyrirmyndir eins og til dæmis Háskólann á Akureyri sem hefur sett sér mjög fína umhverfisstefnu og þar má sem dæmi nefna að þegar að starfsfólk Háskólans á Akureyri leigir bílaleigubíla til innanbæjarnota í Reykjavík þá skilyrði að það séu leigðir rafmagnsbílar. Ég myndi bara vilja sjá ykkur gera svo mikið betur en þessi málefni sem að Dagbjört fór yfir ekki eitthvað sem skiptir ekki máli. Þetta bara alls konar smáverk og hlutir sem þarf að vinna.
Ég er bara svona að velta fyrir mér hvert við erum að horfa, hvað finnst okkur skipta mestu máli. Akureyrar er að taka forystu í umhverfismálum, það er rosa gott, ég er búin að heyra þetta dálítið oft. Ég á pínu erfitt með að átta mig á því nákvæmlega hvernig við erum að gera það og ég myndi gjarnan vilja fá þá umræðu hingað inn. Mér finnst skipta gríðarlegu máli að við hérna sem að sitjum í bæjarstjórn reynum að hafa áhrif á umræðina út í bæinn og það sé mjög skýrt og við séum mjög metnaðarfull markmið en við séum að huga að stóru hlutunum og litlu hlutunum en þó í þessu samhengi að við viljum koma í veg fyrir að jörðin sé að sökkva undan okkur. Ég myndi gjarnan vilja heyra þetta mikla og metnaðarfulla starf sem hefur átt sér stað á vinabæjarráðstefnum og hvernig samvinnan og upplýsingarnar og hugmyndavinnan hefur skilað okkur, hverju hefur hún skilað okkur, hvað erum við að gera, hvað erum við að taka út úr þessu. Mér finnst það bara skipta svo miklu máli. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Baldvin að ég tel að grenndarstöðunar hafi verið mistök og ég tel líka við ættum að leggja þetta niður þegar kemur að endurskoðun þeirra samninga. Ég tek nú reyndar ekki undir að vonlaust sé að vinna með þetta kerfi nema öðru bíl. Ég persónulega vinn ágætlega með þetta kerfi að fullt af fólk sem gerir það en það er samt fullt af fólki sem gerir það ekki og það sem skiptir öllu máli er að hvetja fólk til þess að nota það. Og við verðum að fá alla bæjarbúa í lið með okkur í þessum málum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara að byrja að þakka formanni umhverfisnefndar fyrir fína skýrslu. Við höfum svo unnið saman í starfshópum einmitt tengt þessum málum, bæði í hvað notum við bara í sorphópnum hérna árið þegar við vorum að endurskoða varðandi klippikortin og gámavelli og það er mjög gaman að sjá hversu góður árangur náðst þar. Þarna er verið að tala 25% lækkun og kostnaði við rekstur gámavalla og allir það sé þá ekki svona eftir minni gæti verið 10-12 milljónir í svona miðað við það sem við vorum upphæðir. Þetta geti verið kannski 1 milljón á ári sem hafi sparast bara með þessum hætti og það er mjög ánægjulegt að sjá hversu góð árangur nást í því. Ég vil taka undir eins og margoft talað hér áður að núverandi sorphirðukerfi eins og við erum með bænum í dag með grændavöllunum og hvað segjum við 2 kerfi í staðinn fyrir 3 að það er sem sagt samningur rennur út ef ég man rétt 1. desember 2018 þannig að það er 2,5 ár eftir í því og þá er líka takið til samhengi þá umræðu sem við áttum hérna í vetur þegar vorum að samþykkja þessa viljayfirlýsingu samstarfið í sorpmálum á öllu Norðurlandi frá Hrútafirði og Langanesi og áttum í framhaldi af einmitt af því bara fyrir, ætlaði ekki verið í mars apríl, fína fund hérna þessara sveitarfélaga þessi málefni. Það sem við vorum að skoða urðun, moltugerð og brennslu og reyna semst að vera semst raunverulega út frá þessari viljayfirlýsing sem þessi 18-19 sveitarfélög, svo það gerir ykkur, 19 sveitarfélög, 18, að menn myndu ná sameiginlega sín á hvernig að standa þessu hlutum og raunverulega koma viljayfirlýsingur sem öll þessi sveitarfélög hafa samþykkt yfir að framkvæmda stig. Og þá er líka mikilvægt, við hér á Akureyri erum sirka helmingurinn af íbúðum nákvæmlega á þessu landsvæði, þannig að auðvitað er okkar hlutverk svolítið leiðandi varðandi magn og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Og 2,5 ár hefur verið að fljóta að fara, ég er búin að tala þetta mjög reglulega þessu kjörtímabili, en nú er þetta 2,5 ár í að samningur rennur út og þá verður líka, við þurfum eiginlega að fara að ná það heildarsýn þess að það kom fram eiginlega þeirri ráðstefnu eða fundir sem við héldum hérna þessi mál hérna með þessu sveitarfélaga að það yrði einhvern svona, menn myndu ná einhvers konar sameiginlegri sýn, þetta er alltaf einfaldara ef menn væru að gera þetta eins sem víðast. Þannig við værum ekki hérna með þetta og þá raunverulega bara eins og ætlum við að halda áfram að keyra sorp í urðun á Sölvabakka til Norðurár. Hvar ætlum við að brenna?
Þetta umræða sem tengist brennslu umræðinu sem var sláturleyfishafa og síðan moltugerðinu, og þetta við komið mjög langt í þessari moltugerð Eyjafirði og þetta að vera áratugur síðan svo framleiðsla hófst, svolítið að verða það, styttist í það og það gengið ágætlega. Þannig að ég vil endilega hvetja okkur þetta góður að verka, við förum að huga þessu hvernig við ætlum og reyndar hélt ég að þegar sorphirðuhópurinn var skipaður á sín tíma að hann myndi kannski halda bara áfram síðan í þessa vinnu eftir að við vorum búin að klára þetta með gámavöllin, að marka þessa sýn hvernig sveitarfélagið myndi sjá þessi mál fyrir sér. Það gekk nú bara mjög vel svo vinna í þeim hópi á sínum tíma. Varðandi svifryksmælingarnar, þetta náttúrulega alveg ótækt hvernig það hefur verið síðustu ár og ég velti bara, datt að huga þegar ég var að hlusta einmitt á ágæta ræðu hér áðan formanns umhverfisnefndar að Umhverfisstofnun sem sagt, hún kemur með hennar mæli og þeir hafa sjálfur verið að fylgjast með mælunum, hvort að það væri eitthvað með að það koma þannig að við hefðum bara betri aðgengi að fylgjast með að græðurnar væri að virka. Ef við hefum að halda áfram með þessu ferli að þeir sjáum að kaupa þetta eða eitthvað með hvernig við getum breytt þessu, en það er náttúrulega mjög mikilvægt að þessu sé haldið þessum upplýsingum sé haldið á lofti og við vitum hvað er að gerast í þessum málum. Og inn í þetta, ég minni að við heyrtum einhverju viðtali daginn að í dag varðandi nagladekkjanotkun þá er þetta 70% á Akureyri sem nota nagladekkin en 30% í Reykjavík. Auðvitað er þetta mörguleiti meiri vetraraðstæður hjá okkur og allt það og kannski brekkur og annað, en bara áhugavert svona inn í umræðuna. Og græni trefillinn, ég ætla nú ekki að missa það því tækifæri að minnast á hann og bara ég myndi nákvæmlega eins og Sóley Björk bæjarfulltrúi kemur inn á, það sé bara mörku sýnin. Ég kom upp áður og var búinn að kostnaðargarinna þetta einhvern tímann að þetta getur verið 80 milljónir, segja það í fyrra, þannig að það verði ekki 75 þá eftir það sumarið og 70 eftir þetta, þannig að við erum að setja 5 milljónir ári í plöntuðu gróðursetningar og ég var ekkert að segja þetta getur verið, í fyrra held ég að tala 16 ára, það getur verið 15 núna. En að sama skapi þurfum við að móta sýnina, þá vorum við með að tala 250 hektara norðan við á, búið að gróðsetja 200 fyrir sunnan á það í Kjarnaskógi, Naustaborgum og Eyrarhálsi, en ætlum við að gera meira upp Glerárdalinn eða hvað? Það er líka sú sýn sem hvernig við sjáum það fyrir okkur og væri náttúrulega áhugavert ef umhverfisnefnd myndi fara að huga að því hvernig sú sýn ætti að vera. Metan, það kom inn á það, náttúrulega höfum við með mjög metnaðarfullt verkefni þar í gegnum Norðurorku og við vitum náttúrulega metan að hauka sig mjög hvarfgjörn lofttegund og á móti CO2 þá er þetta koltvísýringi, þá er hún 21 sinni hvarfgjörnari. Þannig að það bara að bílar gangi á metan hver og einn er bara ótrúleg, það er bara mikil umhverfismál í sjálfu sér. Og við náttúrulega höfum verið með og menn hafa verið að ræða með og boðið út raunlega að kaupa metanvögnum, strætisvögnum. Það er bara heilmikið umhverfismál, hver strætisvagn sem gengur á metani. Og menn hafa rætt þetta fram og tilbaka og það sveitarfélagið hefur boðið út nýlega í útboði að ætla sér að kaupa metanvagna. Vistorka, þetta er alveg rétt það sem Bræðarfjörður Logi kemur inn á. Við erum með mjög metnaðarfull verkefni sem tengjast bænum í gegnum Vistorku og líka í Norðurorku. Men það er nýbúið að samþykkja nýja umhverfisstefnu fyrir Norðurorku og bara mjög metnaðarfull markmið. Og þannig að Vistorku dæmi, ég er bara sammála því, við ættum endilega að fara að skella umræðið þessi umhverfismál og við reyndar höfum tekið þessu kjörtímabili bara mjög fljótlega eftir við tókum nýju kjörtímabili, þá tókum við bara fína umræðu umhverfismálin og þetta er bara sjálfsagt að ferja með huga því að taka það upp á nýja leik. Við getum glaðst yfir því að hraðhleðslustöðvar voru teknar á notkun bara nú í síðasta mánuði við Hof og Glerártorg, ákveðið skref í þeim málum. Umhverfis- og samgöngustefna, hún er komin langt í ferli og sjálfsagt þarf að styttast ef hún verið tekin upp fyrir í bæjarstjórn. Það er komið víða við og
En þetta bara gríðarlega spennandi málaflokkur og það bara allt í lagi að halda því til haga að undanfarin ár hefur verið tekið vel á þessum málum og ég held að sé almennur áhugi á þessum málaflokki hérna í sveitarfélaginu og ég vil meina að við séum bara leiðandi í þessu starfi með sveitarfélag, við erum bara stolt af því en það er nóg að taka og bara við vonandi bara erum saman en ég held við ættum kannski bara rétt í lokin að fara að virkja þetta með sorpmálin að virkja hennar sorphirðuhóp eða sorphóp eins og við sinna þessu sorpmálum til að ná utan það og 2,5 ára ekki lengi að líða og þið þyrftu nú að vera svolítið vel áður en að kemur að því að þessu samningi rennur út, það þarf að fara í útboð mögulega og allt það sem því fylgir að reyna að hafa tíma fyrir okkur og ég held að það hljóti nú að fara bara með haustinu að menn fara að vinna í þessum málum, hver sýnin er að vera til framtíðar. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir þakka Dagbjörtu kærlega fyrir hennar ræðu og það er einstaklega gaman að hlusta á hana líka. En það er nokkur atriði sem mig langaði að fara yfir. Hún kemur inn á svifryksmælinn. Mig langaði hans að spyrja hvort að það er eitthvað búið að ræða stefnuna í því. Á að kaupa nýja mæli, hver er kostnaðurinn, hvað ætlum við að gera? Því þetta, maður finnur alveg það mikil umræðum í bænum og fólk er óánátt að fá ekki rétt svör. Með gámavellina, ég hef ekkert heyrt annað en fengið jákvæð viðbrögð við breytingarnar sem hafa verið gerðar þar. Þannig að mér finnst það bara hafa verið mjög jákvætt skref og þannig að það er gott mál. Hvað varðar lífrænan úrgang og moltu, ég ræddi þetta líka á fundi þar sem við tókum umræðum loftslagsmálin og kannski ljósið þess að núna er molta rekin með hagnaði að þá held ég við þurfum að fara að huga því að gera það jöfnu fyrir fyrirtæki að það kostiðu ekki meira að skila inn lífrænum úrgangi heldur en að skila því inn óflokkuð. Það hefur ávallt verið dýrara fyrir fyrirtæki að skila þessu óflokkur heldur en ekki. Þó munurinn sé ekkert mikill, þá er þetta samt aftur að fyrirtækjum að taka þetta skref. Þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta og fá fyrirtækin með okkur í lið til að því ég held kannski heildina litið að þegar við erum bara komið með meira magna þá verður þetta jöfnu, það verður bara jákvæðara fyrir okkur. Þannig að ég hvet Dagbjörtu að fara með það inn í umhverfisnefnd og ræða þetta þar. Já, ég ræddi líka og kom inn á síðasta fundi eins og Sóli Björk, mér finnst háskólinn algjörlega til fyrirmyndar og við ættum að skoða einmitt betur það sem þau hafa verið að gera. Þau eru ekki bara með þetta með rafmagnsbílana, þau eru með rosalega flotta sorpflokkun hjá sér, er að gróðursetja tré, vistvæn bílastæði eins og reyndar við erum að gera líka. En og eins eru þau að hvetja mikið til að nýta fjarfundabúnaði í varðandi fundi og staðinn fyrir að vera endalaust á ferðalögum á milli landshluta. Því það var að tala um fegrunar átök víðsvegar, þá langaði mig að minnast á eitt, aðkomuna til Grímseyjar. Ég og bæjarfulltrúi Sigríður Huld fórum til Grímseyjar og hittum þar bæjarbúa og vorum þar með viðtalstíma bæjarfulltrúa og þetta var eitt af þeim málum sem komu þar fram að íbúar óska eftir því að það verði gert fegrunar átak þar á bryggjunni. Þannig að það bara komið sér til skila til umhverfisnefndar. Við skulum sjá. Ég held að ég sé nú ekki með meira í bili, nema kannski við ættum að minnast á því að ég sitt nú í stjórn Eyþings að 50. næstkomandi er stofnfundur fyrir verkefnið EIM sem er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Norðurorku og Eyþings og það er verkefni sem meðal annars er ætlað að styðja við og stuðla við margs konar nýsköpun og aukinni sjálfbærni í samfélagi á svæðinu
og fjölnýtingu á Norðausturlandi, þannig að þeir sem hafa áhuga á því ættu endilega að mæta. En annars þakka ég bara aftur Dagbjört fyrir mjög góða yfirferð. Hefði reyndar eins og oftast í þessum stefnuræðum vilja sjá meira hvert stefnan en yfirferðin yfir það sem liðið var mjög góð. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ætla ekki að lengja umræðuna mjög mikið en langaði samt til að koma þetta upp út af ýmsum málum. Og taka undir með fyrsta lagi öllum sem hafa hrósað Dagbjörtu fyrir hennar framsögu sem var afskaplega góð og skemmtileg nálgun hjá henni og mér, þannig að ég tek bara undir þeirra uppskýr. En varðandi málum sem hafa komið þetta fram að þá er náttúrulega stórt mál sem er sorpflokkun okkar á kerfi sem var samþykkt á sínum tíma og ég studdi með þáverandi meirihluta að fara út í þá flokkun sem við erum með í dag. Mér hefur fundist takast ágætlega og ég er ekki sammála því sem kom fram í máli Baldvins eða Kató gamla hér áðan að hann hefði, skal ég segja, þetta væri erfitt kerfi. Mér finnst þetta hafa gengið bara nokkuð vel en hins vegar er mjög mikilvægt að við setjumst niður og skoðum þetta gaumgæfilega vegna þess að eins og hefur komið hér fram þá styttist í að þessi samningstími er að renna út og við þurfum að velta fyrir okkur raunverulega hvað við viljum gera í framhaldinu. Hvort að þessi leið sem við erum með í dag er framtíðarlausn eða hvort að menn vilja sjá aðra lausn með þá 3 tunnuk kerfi eða hvernig sem menn vilja sjá það. Þannig ég tel það mikilvægt að við förum að vinna þessa vinnu og það eins og hefur komið fram þurfti bara helst að byrja í haust. Varðandi svifryksmælinn sem að menn hefur mikið að tala um, þá satt ég nú hér í framkvæmdaráði daginn og spurðist fyrir þetta. Það er alltaf verið að tala um að hann sé bilaður og hann er í láni og svo framvegis og í kjölfar fundarins sendi ég á fyrirspurn bara á bæjarstjóra þar sem ég vildi bara láta kanna hvort við getum ekki keypt þennan mælur átt sjálf. Það getur ekki legið það mikill peningur í þessu að við getum keypt eitt mæli þannig að við getum þurftum ekki alltaf verið komin háð umhverfisstofnun eða hvaða stofnun sem sér um þennan mæli. Þannig ég held að það sé nauðsynlegt að við skoðum það hvort að við eigum ekki bara að eiga þennan mæli. Það er líka gaman að því í rauninni að í málum fólks hér hefur komið fram hversu vel okkur hefur tekist til í mörgum málum. Það menn hafa nefnt hér eins og gámavellina, þetta klippikorts og umgengni á gámavellum, hún er orðið svo allt önnur heldur en var og kostnaðurinn er orðið minni og það er virkilega ánægilegt hvernig til hefur tekist og mér finnst almennt bæjarbúar að vera mjög ánægðir með þetta. Eins með vistorku, það er eitthvað sem við settum á laggirnar og hefur tekist afskaplega vel og við ætlum að reyna að nýta betur og það er ánægilegt að það er allir sammála þessu hér sem sitja hér í bæjarstjórn og bæjarbúar eiga að geta verið stoltir af þessu verkefni okkar og við eigum bara að auglýsa svolítið meira. Við eigum að vera svolítið stolt af því sem vel er gert. Það er ýmis mál sem að kannski mér finnst við þurfa að taka og skoða betur. Við erum mikið að bera sand hér í bænum og það kostar rík og svo náttúrulega það nagladekkin sem hafa komið fram að við erum að nota mikið af nagladekkjum og kannski það, ef við bærum meiri sand þá þau kannski nota minna nagladekkjum. En hins vegar finnst mér bara eitt sem við höfum kannski mættum í rauninni kannski vera með meira áróðum að menn taki nagladekkin fyrr undan bílum sínum á vorin. Menn eru keyrandi út allar mæ á nagladekkjum, það er ekki eins og það þurfi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum kannski að huga að skora á fólk og vekja fólk til umhugsunar það hversu nagladekkin eru umhverfisspillandi. Og það er akkúrat líka það sem að bæjarfulltrúinn Njáll kom inn og hann sagði að það væri mikill áhugi manna í bænum á þessu umhverfismálum og ég held að það sé alltaf mikilvægt samt sem að hamra á því. Við höfum alltaf verið að hamra á því hvað við erum að gera vel og hvernig við getum gert hlutina betur. Þannig að við getum verið í farabrotti eins og við hefum viljað vera og eins og ég tel okkur vera. Þannig að þetta er svona bara hluti sem mér finnst að við þurfum að koma og ég ætla ekki að fara að lengja umræðuna mikið með þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst er það bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka formanni umhverfisnefndar fyrir fína yfirferð. Það er nú eiginlega allt komið fram sem ég ætlaði að tala sem er bara ágætt. Mér langaði svona aðeins að ýta kannski á 2 mál. Það var aftur að allir búin að tala svifryksmælana. Ég hef svolítið á tilfinningu þeir eru bílar því að mér veit ekkert hvað maður ætla að gera ef þeir eru að sýna alltaf mikið svifryk.
Við erum, sko, ef við ætluðum okkur raunverulega að mæla svifrykið, eða svona, þetta er bara mín tilvíkjum, hvaða aðgerð höfum við, hvaða áætlun höfum við ef við fyrir yfir? Þú veist, við erum ekki meðnir á svona aðgerð hvernig við ætlum raunverulega að takast á við svifryks of mikið sér. Það er bara svona, þú veist, ég hef upplifað það. Og svo ef við Akureyrarbær ætlum að kaupa svifryksmælana, þá bara myndi ég snúa mig til formanns bæjarráðs. Það getur vel verið að það sé annað. En svo langaði mig aftur að spyrja að, og mér finnst það mjög göfugt verkefni að vera svona kolefnisjafna umhverfið, sko. Og vera CO2 minnka þá notkun meira heldur við erum að gera. Og ég myndi gætna vel að teka undir Sólu, ég vildi heyra hvernig erum við að nýta okkur þessa Vínarbæ-heimsóknir og þessar loftslagsráðstöfnur. Og svo nú jákvætt líka að þessi umhverfismál, þetta orðið svona bara hluti af okkar eðlilega umhverfi í dag. Þetta er ekki svona öfgafullar ræður hér þar, við erum öll orðið meðvituð þetta sem mér finnst bara jákvætt. Ég held að allar nefndir hugsa þetta stanslaust. Allt sem við gerum, þá hugsa við umhverfið og erum að gera grænfánar í skólum og ýmislegt. Þannig að ég vil bara þakka bæjarbúum hvað vel hefur tekist til og bara hvað gengur vel í þessum málum. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég býst nú við að bæjarfulltrúi Preben hafi sett þetta í einhverju bríaríi. Auðvitað er það ekki þannig að menn séu að plata með þessu. Ef að mælarnir eru bilaðir, þá eru mælarnir bilaðir. Og hvað gerum við ef þeir fara yfir, segirðu? Það er kannski ekki hægt að gera neitt á mínútunni eftir, en þú svaraðir spurningunni. Þú lýstir yfir stuðningi við kolefnishlutlaust Akureyri. Og ég meina það er markmiðið sem við erum að stefna að meðal annars til þess að ná niður svifryki, vegna þess að stórir þættir í því að ná niður svifryki er þétting byggðar, sem sum okkar voru að samþykkja hér áðan. Það er að leggja áherslur á almenningssamgöngur. Það er að auka möguleika á hjólreiðum, göngustígum. Og þetta er allt markmið sem eru býsna nákvæmlega skrifuð niður á verkefnalista Vistorku og umhverfisnefnd og framkvæmdadeild eru að vinna með. Þannig að við erum vissulega að vinna að því markmiði að mælinni sýni ekki hættuástand. En ég get samfært alla að það er engin að blekkja neitt og halda því fram að mælirinn sé bilaður ef hann sýnir eitthvað sem hann á ekki að sýna. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Ég vil bara leiðrétta það ef einhver misskilur það. Ég er ekki að tala fólk sem að reyna að blekkja hvort annað. Ég bara er að segja það að ef við viljum að þessi mælar séu raunverulega virkir, þá er þetta ekkert stórkostlegt uppfinning að finna upp einhvern eftirlitskerfi til þess að fylgja mælarnum eftir. Við erum nú ekki alveg svona, þú veist, þetta er engin heimspeki, held ég, að eiga þá bara fleiri mæla til vara og skipta þeim út. En ég held að það er svolítið erfitt að fylgja eftir háum mælingum, en ég tek það samt alveg undir það að við erum að gera vel og held því líka fram. Það var líka gott að mæla og eiga mælingarna alltaf stöðugar. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, bara örstutt, ég glemdi einu atriði áðan, að því að bæjarfulltrúi, ég held að það hafi verið Logi Már sem kom með það til að við myndum taka bara málefni Vistorku hér til umræðu. Það langaði mig bara að leggja til og við fengjum bara Guðmund sjálfan, framkvæmdastjóra, og sem að væri með kynningu hérna fyrir okkur. Til dæmis er hann að afla gagna kolefnissporin og þannig að það var mjög áhugavert að sjá þau tölulegu gögn sem búið er að safna saman fyrir okkur til að vinna með áfram. Þannig að ég legg til að við fáum hann sem gest á þann fund og höfum umræðu í kjölfarið. Fulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við sitjum nokkuð lengi í framkvæmdaráði og það hefur verið mikill áhugi þar lengi með Sauðríksdæmið að við myndum fá alveg tölur yfir þessi mál. Þegar maður var að byrja 2010 í framkvæmdaráði þá voru 2 mælar á svæðinu sem Umhverfisstofnun átti og annað fór í Eyjafjallagosi og skipti hann bara bilað og kom aldrei aftur og síðan er búið vandræði með hinn. Ég held að hafi nú verið metnaður hjá sveitarfélaginu að reyna að fylgjast með þessum málum og kannski hefur sá áhugi farið vaxandi með árum. Ég hef sjálfur áhyggjur af Sauðríki, bara sem heilsufars vandamáli. Og ég held að væri bara gríðarlega mikið að ég bara man ekki þess að tölu sem hefur verið umræði hvað þetta kostar sem mælar. Hvort það var 8 eða 10 eða 1,5 eða 2, þetta er búið að vera svona, það er svo marga tölu sem maður heyrt að. En mér finnst að væri mjög mikilvægt fyrir okkur að við myndum hafa upplýsingar það, bara eins og við erum að mæla hljóðvist í bænum, götur og annað hvernig hljóðvistin að við fengjum ítarlegri upplýsingar. Við höfum verið fyrst og fremst með að mæli þarna niður við gatnamót, Glerárgötu og Borgarbrautar og Tryggvabrautar og þeim gatnamótum, en við höfum ekki mikið mælt samanber Þórunnarstræti eða aðra götu þar sem kannski töluverð umferð og það er eiginlega þær tölur sem hefur mikinn áhuga á og þetta er náttúrulega mjög virk umræða í bænum varðandi snjómokstur og hálkuvarnir, notkun á salti, blöndun á salti í sand sem gert í einhverjum tiltölulega litlum mæli með þau gögn sem við fengið í Akureyri hlutfallslega með í borginni, Reykjavík. En ég tek bara undir og það auðvitað þurfum við bara að fá upplýsingar þar til að ef við ætlum að bregðast við þessu. Og við vitum alveg að mikill sandburður hann býr til Sauðríkið og við vitum að nagladekkja notkun, en maður þekki kannski nákvæmlega prósentur hlutföllin hvað skapar vandamálið. En það eru náttúrulega ákveðin, menn geta sópað götubæjarins, menn geta þvegið götubæjarins og ég ætla að tala í framkvæmdaráði, ég man ekki hvort ég minnst á hérinni að fyrir mér ekkert endilega þannig að það endilega sópa alla götur bæjarins einu sinni. Það kannski bara meiri áherslu á ákveðna götur og svona stærri götur að þar kannski tökum við þetta 2-3 yfir árið. Við vitum nú sirka hvar mesta Sauðríksmengunin Ég held að flestir hafi nú tilfinningu fyrir því sem sitja inni. En við kannski verið á full bara föst í því að bara sópa allt einu sinni. En ég hef alveg svona tilfinningur því að mér finnst mjög æskilegt að við skoðum samanber Þórunnarstræti, mögulega Þingvallastræti og svona umferða meiri götur, að við værum aðeins meira vakandi fyrir þessu það og þrífa þar með kantana og þessa götu þar sem að mesta umferðin Og þannig ég vil bara neita því að við sem ekki eru vakandi úr. En þetta klárlega bara ekki í lagi hvernig Umhverfisstofnun hefur að tækla þetta. Svo því sem algjörlega haldið til haga. Það náttúrulega bara skömma þessu. Þetta ákaflega dapurskund að verið undanfarin ár og hvernig þeir hafa sinnt þessu skyldu sinni. Nú veit ég ekki hvaða nákvæmlega skyldur þetta eru eða hvernig það er skilgrendar eða hvort þetta þeim beri að sjá þetta eða hvort þetta sé bara þeirra góðmennsku. Nú ef þetta er að þeirra góðmennsku og þeir bara standa sig ekki betur en þetta, þá er það nákvæmlega eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi eða Prepin eða hvernig við sem farið með að þá bara verðum við að kaupa þetta sjálf. Ef þetta er bara rekið á þeim forsendum að þetta sé eitthvað tilfallandi verkefni Umhverfisstofnunar að koma upp Sauðríksmælum þannig að getur fylgst með þessu í bænum. Þannig að það væri þá kannski, og kannski er ykkur bæjarfulltrúi sem hafa þá eða bæjarstjóri hvert er hlutverk Umhverfisstofnunar varðandi Sauðríksmælingar. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að lengja umræðuna mjög mikið hérna. Mér langaði aðeins að koma upp og tipla svona aðeins á nokkrum atriðum. Ég vil nú byrja á því líkt og aðrir að þakka Dagbjörtu Pálsdóttur, formann umhverfisnefndar, kærlega fyrir góða yfirferð. En ég vil einnig líka kannski taka undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar sem kom inn á það að við þurftum kannski að ræða stórumálin sem við svo sem höfum líka farið inn í umræðina hér. En það er líka mikilvægt að tipla á þeim litlu sem að formaðurinn gerði hérna ágætlega áðan og fór líka aðeins fram á veginn hvað er nauðsynlegt að gera. En ég vil taka undir áhyggjurnar af útbreiðslu skógarkelfis og lúpínu.
og hversu mikilvægt sé að bregðast við með markvissum aðgerðum. Svo ég tala nú ekki að Bjarnaklóin er líka einnig farin að dreifa sér víðs vegar landið okkar. Að ég myndi alveg, ég ætla að tekja undir þetta og leggja áherslu á það að við förum í þetta. Varðandi klippikortin þá fagna ég því að þetta virðist vera bara nægjanlegt magn sem við áætluðum. Það var miklar umræður hérna þegar fórum af stað með verkefnið, hversu margir rúmmetrar ætti að vera á þessu klippikorti og það er bara gott að heyra að þetta er ágætlega áætlað hjá okkur. Varðandi stóru málin, þá er það umhverfis- og samgöngustefnan. Ég vil nú bara nýta tækifæri fyrst ég er komin hérna upp og þakka formanni umhverfisráðs kærlega fyrir velunum störf varðandi umhverfis- og samgöngustefnuna. Hún hefur haldið virkilega vel utan þessa vinnu og staðið sér bara mjög vel. Ég hlakka bara til þess að klára þessa vinnu með henni núna á haustmánuðum, en meira var það ekki. Takk kærlega. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þá tekur næst til máls Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk kærlega fyrir öll ummælin og mér langar í staðinn fyrir að svara kannski hverju einu að bara taka þetta í svona smá yfirferð af því að mikið var kannski sömu spurningar og svipar vangaveltur til að lengja fundinn ekki enn fremur. En varandi Grendavillina og eins og kom hérna inn á með leið A, þú veist hvaða leið ætlum við að fara, þá eins og var nefnt hér að þá er endurskoðun 2018 og það er samt, þetta hefur gengið mjög vel. Þetta er sérstæða hér á Akureyri og árangurinn er ekki síðri. En auðvitað eru gallar á þessu kerfi eins og öðru. Og kannski helst er að við vitum þá að sorphirðu kostnaðurinn mun aukast. Og það er þá líka pólitísk ákvörðun sem við þurfum að taka. Er það eitthvað sem við viljum? Viljum við auka kostnaðinn til að koma þeirri leið á koppinn? En ég er samt alveg sammála sjálf. Ég var alveg til í að hafa þessar tunnur við. Það hefur alltaf svo sem verið svo okkar að vilja það en svo er bara spurning hvað við gerum í framhaldinu. Og eins og ég segi, það er líka ákvörðun sem bara þarf að taka. Hvað ætlum við okkur að gera? Varðandi svifrykið og umræðan hefur verið mikil það og þess að 2 mæla sem Umhverfisstofnun á. Ég svo sem ég veit ekki til þess og aðrir geta þá leiðrétt með að það er ekki rétt en að okkur grunar að Umhverfisstofnun hafi raunverulega ábyrgð þannig sé á. Þetta var sett inn á fjárlag 2008 okkur minnir og þá voru keyptir þessi 2 mælar fyrir Akureyrarbæ og við í raun og veru borgum þjónustu til þess að fá gögnin inn á heimasíðuna. Þannig að Umhverfisstofnun hefur kannski ekki beint neina skyldur að gegna gagnvart okkur. Þannig að það er pínu okkar. Nú vitum við að þeir eru búin að vera að bila mikið og mér finnst frábært að heyra frá bæjarfulltrúa Guðmundi að það sé kannski á döfinni að kaupa hreinlega mæla sem Akureyrarbær eigi. Auðvitað er það alltaf vænlegast þegar árangurs að við getum átt á og stjórna þeim sjálfum og við vitum. En verðbilið, við erum að tala 6 til 8 milljónir króna á mæli og þá erum við að tala lágmarkið. Við getum alveg farið hærra en það er líka eins og ég segi, það er bara eitthvað sem við þurfum að taka ákvörðun hvort að við bara hreinlega gerum og tökum bara ábyrgð á þessu sjálf. Að mælirnir séu í lagi. Þannig að við sem Akureyrarbær bara eigum mælina en ekki Umhverfisstofnun. Það var líka nefnt þetta með Vínarbæjarráðstefnuna eða loftslagsráðstefnuna. Ég hef svo sem sjálf bara verið á einni sem var í fyrra í Rannes og bara tekið þátt í að undirbúa þá sem er núna. En það sem mér fannst kannski helst er náttúrulega að það er þessi í raun og veru að miðla reynslunni á milli sveitarfélagana. Hvernig þau eru að gera það,
hverjar þeirra hugmyndir og stefnur eru. Það er náttúrulega allt aðrar hugmyndir hjá þeim af því að þau glíma ekki við sama vanda og við. Þau glíma við allt öðruvísi vanda varðandi hlýnun jarðar og annað. Og það er mikil hugmyndavinna sem fer fram og skoða alls konar fyrirtæki og jarðvinnslur og vindmyllur og allt þetta. En ég er alveg sammála auðvitað væri og vonandi í haust að þá geta bara allir tekið þátt í þessu með okkur til að sjá út á hvað þetta gengur. Og ég bara vona að það verði bara komi mjög margt út úr því af því við ætlum við bindum vona okkur við að hafa CO2 neutral free eða how can we do it og varðandi moltu þá komið það sinna moltu og það sem ég sit nú í stjórn moltu að þá er ég búin að taka þetta ófáa sinnum upp á stjórnarfundum og það er bara ég held með hvernig ég held að það sé ekki inn í myndin að fara að lækka gjaldskrána af því að molta er náttúrulega fyrirtæki og molta það líka standi undir kostnaði og þótt að það hafi verið hagnaður þá veit ég veit ekki af hverju þeir geta ekki en auðvitað er þetta náttúrulega bara á rekstra grundvellinum er þetta vist ekki hægt og ég veit að þetta heggur pínu undir fyrirtækjum að vilja freka fara mig til urðunar heldur en að senda í moltu og það er ótrúlega sorglegt mjög sorglegt og spurningin er bara hvað getum við gert við sem erum kannski meiri hluta eigendur í moltu er það eitthvað sem við getum komið að varðandi Grímsey að þá er áætlað að hluti að þessum 2 milljónum sem við höfum í hreinsun átaki í ár fari að hluta til í Grímsey. Þannig að, og í raun og veru þá er margt varðandi loftgæðastefnu, aðgerðaáætlun og ýmislegt. Það er náttúrulega í vinnslu bæði loftgæðastefna og umhverfissamgöngustefna og þar kemur alveg ótrúlega margt inn í. Og það er einhver kannski það helsta sem við höfum verið að vinna í. Þannig að, en já, ég held þessi svona komin yfir flest. Fyrir utan lúpinu og skógakerfilinn og við erum algjörlega sammála en það sem okkur skortir er bara fjármagni. Þetta kostar pening og en við reynum að vinna eins vel og við getum. Takk fyrir. Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þess að enginn hefur kvætt sér ljós á þessu dagskrárliður lokið, segjum þessu dagskrárliður lokið. Snúum okkur til 15. dagskrárliðar, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur helstu atriði í störfum sínum. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 17. maí síðastliðinn og þá er það helsta sem hefur gerst hjá mér frá þeim tíma. Bara svona stiklað og stóru. Fyrst langar mig að nefna að ég hefur verið að tala um Grímsey varðandi umhverfismál og við náttúrulega áttum fund þar sem sagt reynda fyrir þennan tíma 17. maí en þá var meðal annars minnst líka á fjarskiptamál í Grímsey. Við höfum verið að vinna í þeim málum núna síðasta hálfa mánuðin og það er bara verið að komin lausn í það mál. Við komum reynda með stuðningi sveitarfélagsins og mér var bara að koma því að það svona til þess að koma til dæmis svona þjóðþrifamálum í gagnið eins og það að landi sé allt saman netvætt, þar að segja allir íbúar hafi aðgang að góðri nettengju, þá er nauðsynlegt að sveitarfélögin landinu komið að því. Það er allavega, þannig þurfum við að leysa þessi mál því að við fáum ekki allan stuðningi frá ríkisvaldinu. Það var árlegur fundur bæjarstjóra haldinn á Vestfjörðum 20. til 22. maí síðastliðinn og það er svona hefðbundnir fundir þar sem farið er yfir sameiginleg mál og sameiginleg verkefni. Það er meðal annars sem brennur á okkur og eitt af þeim stóru málum eru hjúkrunarheimilin, málin aldrara og það var meðal annars rætt bæði á formlegum fundum og óformlegum
og við erum bara að vinna í þeim málum áfram hér eftir sem hingað til og vonandi fer nú eitthvað að sjá til lands í þeim málum á árinu. Nú hér á haldi mjög metnaðarfull og stór byggðarástefna alþjóðleg sem sóttu fjölmargir aðilar í vikunni 22. til 24. maí síðastliðinn og ég ávarpaði hana fyrir okkar hönd. Nú síðan var haldinn samráðsfundur öldrunarheimilanna og sjúkrahússins á Akureyri. Þeir bæjarfulltrúar sem ekki þekkja að þá sérstakur samningur á milli sjúkrahússins og öldrunarheimilanna þjónustu, læknisþjónustu og við vorum að fara meðal annars yfir þjónustuna varðandi þau mál og svona til upplýsinga að þá kemur nýr öldrunarlæknir til starfa hér í haust. Þannig að það sem betur fyrr horfum til betri vegar hvað það varðar því að það gengið mjög illa að ráða lækna hingað og ekki síst öldrunarlækna. Nú hér var minnst á opnun á hleðslustöðvum og ánægilegt að segja frá því að þær voru opnað hér formulega 23. maí síðastliðinn. Nú ég og formaður skólanefndar og fræðslustjóri gengum frá undirritun á samkomulagi við Hlíðaból vegna breytingar á rekstri Hlíðabóls til framtíðar og það gert í mjög góðu samkomulagi við eigendur skólans og starfsmenn. Nú sama dag þá var ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs stödd hérna og við höfum tækifæri til að ræða ýmis mál sem að snúa að Jöfnunarsjóði og stóru málin eru náttúrulega þessar fjárveitingar sem fylgja málaflokkum eins og málaflokki fatlaðs fólks og útreikninga og því hvað möguleika ráðgjafarnefndin hefur til þess að greiða með verkefnum sem að sveitarfélögin að sinna. Við komum okkar sjónarmiðum það mjög skýrt og vel á framfæri að mínum mati. Nú við fengum kynningar að það hefur verið gerð svona fjölmiðlarýni varðandi sveitarfélagið. Ég hef óskað eftir því að sú fjölmiðlarýni verði kynnt bæjarráði allavega en það sjálfsagt mál að dreifa því á alla bæjarfulltrúa, enda fá allir bæjarfulltrúar að senda gögn varðandi bæjarráðsfundi. En sú umfjöllun bara áhugaverð, það eru fyrstu 5 mánuðir þessa árs og ég ætla nú ekki að fara tíunda það sérstaklega hér, bara að segja frá því að við fengum kynningu á þessu 25. maí síðastliðinn. Og þennan sama dag var líka haldinn aðalfundur og íbúafundur hverfisráðsins í Hrísey og það voru fjölmörg mál tekin upp, mörg gömul og sum ný og þau snéru meðal annars að umhverfismálum og ég kem aðeins betur að því að Hrísey hérna á eftir. Nú síðan vorum við að kveðja og gerum það reyndar á síðasta bæjarstjórnarfundi líka, kveðja ritara bæjarstjórnar og samstarfsmann okkar til margra ára en Heiða Karlsdóttir, hún lauk störfum hérna 27. maí síðastliðinn og við kvöddum hana formulega eftir 33 ára starf í þágu sveitarfélagsins og síðan hérna hefðbundin stjórnarfundur sambandsins í dagbókinni minni líka og síðan gaman að segja frá því og ég aðalega að tala hérna svona skemmtileg málefni að við undirrituðum samning, nýtt samkomulag, nýjan samning við Aflið og Aflið flytur í betra og þægilegra húsnæði en þau sagt, verða með starfsemi inn í Guðmannsminni, inn í Innbæ núna næstu ár samkvæmt samningnum við sveitarfélagið og vonandi að sú starfsemi bara eflist en eins og ég sagði nú í ávarpi þar að þetta nú svona starfsemi sem að maður vonast til þess að þurfi ekki vera til því að hérna, þetta bara þannig starf en því miður í okkar samfélagi eins og öðrum að þá þarf að hlúa að fólki sem að lendir í heimilisofbeldi eða hvers konar ofbeldi og þess vegna Aflið til og eru mjög gríðarlega mikil og öflug samtök hér í bæ. Nú gaman að segja frá því, ég ætla að segja frá því ég sé að fjalla lýðræði í íslensku samfélagi. Ég var kallaður í 5. bekk í Lundaskóla og bauður að segja útskýra hvað lýðræði væri og fór í gegnum það hvernig þetta virka allt saman hér í þessum bæjarstjórnarsal og hvernig hlutinir virkuðu hér í lýðræðinu í okkar sveitarfélagi og þetta bara nauðsynlegt fyrir maður sjálfan að fara stundum í gegnum þetta, hvernig lýðræði virkar og það mjög gott þegar maður fær tækifæri til þess að einmitt að fá spurningar frá 5. bekkingum þessi málefni því að það ekki endur svona hefðbundnar spurningar sem maður fær frá fullorðnu fólki. Við höfum verið að taka viðtal við umsækjendur varðandi ráðningu framkvæmdastjóra búsetudeildar og við reiknum með að geta kynnt niðurstöður á fundi velferðarráðs í næstu viku og við erum búin að eiga ég átti fund með fulltrúum N4 út af
upptökum frá bæjarstjórnarfundum, en það hefur komið ábendingar um það að það sé illa kynntar í rauninni þessar útsendingar sem eru, eða illa auglýstar þessi bæjarstjórnarfundir, en þá að gera bragarbót á því og sjá hvort að það sé ekki hægt að hækka áhorf eitthvað aðeins meira með slíkri kynningu og slíkri auglýsingu. Og hér koma aðilar sem að verið forsvarið fyrir nýjan hálendisþjóðgarð og áttu fund með mér og voru að kynna sínar áherslur, og ég ætla ekki að fara mjög nánar út í það hér, en það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fylgjast vel með því hvað þar er í gangi, og sjálfsagt mál að taka þá umræðu það hvort sem það er gert í umhverfisnefnd eða annar staðar hérna innan kerfisins, því það snýr náttúrulega að raflínum og nýtingu og verndun hálendisins. Nú síðan voru 1. júní síðastliðinn þá voru afhentar viðurkenningar á vegum skóladeildar til kennara og nemenda í grunnskólum bæjarins. Held ég sé ekki að rugla, leikskólarnir voru ekki, þetta voru bara grunnskólar, ef maður rétt. Og það er líka, þetta er mjög merkileg samkoma og svona til eftirbreytni að þarna er verið að verðlauna nemendur ekki bara fyrir þeirra færni í námi, heldur fyrir þeirra færni í mannlegum samskiptum, og eins líka starfsfólk okkar í færni bara í að leiða skólastarf og til fyrirmyndar hvað skólarnir hefur að gera á þessu sviði. Og síðan var hefðbundin 5-leikasýning árleg sem við sóttum fyrir okkur, þess að mér var boðið og ég fór fyrir okkar hönd, og ég held að formar íþróttaráðs að vera þarna líka eitthvað staðar. Síðan var á skólaslið tónlistarskólans, og 3. júní síðastliðinn föstudag að þá kannski hefði frétt að því og alltaf var umfjöllun um það að hér voru nemendur frá Western Kentucky University, eða háskólanum í vestur Kentucky, segjum það ekki, og þau voru að vinna að svona verkefnum sem að snúa að samfélaginu hér og skoða leiðir til þess að bæta okkar samfélag og góðar niðurstöður og upplýsingar sem komið frá þeirra vinnu, og langt mál að fara í gegnum það allt saman líka hér í mínu stuttu yfirferð. Og þá að deginum í gær og í dag að við undirrituðum í gær, eins og hér kom fram í umræðum umhverfismál, samkomulagi sem hefur náttúrulega verið bara í vinnslu varðandi fólkvanginn á Glerárdal, gengið frá því í gær, og ég notaði tækifærið að því ég hitti umhverfisráðherra að ræða hér málefni brennslustöðva, að því hér var nú aðalega verið að ræða sorpbrennslur, og forstjóri umhverfisstofnunar var hérna líka. Það er að ræða þessa stöðu á þessum málum varðandi brennslu við afurðastöðvarnar. Þetta mál er í mjög sérstökum farvegi, en okkur var lofað því, og við erum bara komið því að framfæri hér, að okkur var lofað því að fá eitthvað svona greinagerð frá umhverfisstofnun fyrir 17. júní næstkomandi. Okkur veitir ekki vegna þess að það komið gríðarlegur þrýstingur á þetta mál, og það er kannski orðað þannig að það er ekki allt sem sýnist í þessu máli. Þetta er ekki eins einfalt eins og kannski lítur út fyrir að vera, hvorki að koma sem stöðum upp eða þá að hafna þeim. Þannig að það verður að fá einhverja sameiginlega lausn í þetta og sameiginlega sýn í þetta hvernig við göngum frá þessum málum. Og í dag að þá var ég með fyrir hádegi var ég með mína viðtalstíma og viðveru í Hrísey, og kannski pínlítið framlár vegna þess að ég fór eldsnemma morgun út í Hrísey, tók ferðina klukkan rétt rúmlega 7, en komið 3 viðtalstíma og ekkert með hefðbundin mál eins og þegar maður er að fara á íbúafundi, pluss það geta leyst svo bara úr öðrum málum sem ekkert mál er að gera úr Hrísey sem og hvaðan annar staðar úr sveitarfélaginu. Og við reiknum með að vera bara með svona viðveru, ég reiknum með að vera með svona viðveru líka í Grímsey, svona þegar ég kem aftur úr sumarleyfi. Og síðan, og það er ástæðan fyrir ég kom aðeins og seint á bæjarstjórnarfundinn, að það var verið að kynna nýjan kjarasamning grunnskólakennara og í Brekkuskóla áðan, og það er ýmislegt sem við þurfum að kynna okkur betur og taka umræðu innan bæði skólanefndar og eins líka innan bæjarráðs. Og svo að segja ykkur bara frá því að ég og forseti bæjarstjórnar erum sem sagt að fara í fyrramálið á þennan árlega fund okkar stjórnenda vinabæja á Norðurlöndunum og koma aftur tilbaka á laugardaginn. Þetta var ná allt og sumt en heilmikið samt, og takk fyrir gott hljóð. Takk.
Eiríkur Björn, bæjarstjóri, hefur farið yfir sín mál og rétt í lokin þá vil ég benda á eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 19. og 27. maí og 2. júní, atvinnumálanefnd 25. maí, bæjarráð 19. og 27. maí og 2. júní, framkvæmdaráð 20. maí, íþróttaráð 19. og 24. maí, samfélags- og mannréttindaráð 24. maí, skipulagsnefnd 18. og 25. maí og 1. júní, skólanefnd 23. maí, stjórn Akureyrarstofu 26. maí, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 20., 25. og 30. maí, velferðarráð 18. og 27. maí og 1. júní og það hægt að nálgast þessa fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Þá segjum við dagskrá tæmd og fundi slitið klukkan 19:40.